It's the day that you were born. It's the day your mama brought you home. It's a special day. Let us celebrate. Yeah. Yeah. Happy birthday. Happy birthday. I'm gonna celebrate with you. Ekki ágætt að byrja bara á einhverju svona léttu og skemmtilegu? Svona í tíðum þess að þjóðmál eru orðin 5 ára. Það er að segja hlaðvarpið. Heldur betur. Byrjulega til að hamingju með það. Já, þakka þér fyrir. Til að hamingju með það og ég er líka bara, er svo óbáslega mikill áhugamaður gospeltónlist. Já. Ég kemst í svo gott stuð. Mér nákvæmlega þetta. Mér datt í huga að þetta væri bara svona ágætis byrjun þessu þætti. Að 21. mars held ég að verið, sem að 2021 sem að fyrsti hlaðarstáttur þjóðmála fór í loftið. Þannig að við ætlum að haldum á það á Kringlukrónni næstu viku. Við ætlum að koma á því aðeins mástund. Eru velkomnir, Björn Ingi Hrafnsson, Daði Kristjánsson. Takk fyrir. Takk hérlega. Velkomin í þjóðmál. Maður er nokkur sem komið hérna í Já. þessu þætti, sko. Er þetta ekki fyrst sem þú mættir hingað í Jú, þetta stúdíó? af því að þú Epic varst Studio. búin að, já, þú varst svolítið hræddur að ég væri frekar með andlit, sko, fyrir útvarp. Nei, en takk fyrir að bjóða mig hingað. Gaman að fá okkur. Þetta er annars skipt sem ég kem hingað en þriðja skipti sem ég kem í þáttinn og Já. gríðlega gaman. En mér langar að segja að þú mátt vera stoltur af þessum þætti og 5 ára er langur tími og ég held að þetta sé þáttur sem hefur klálega breytt umræðunni og Já, ætla ég að vona. ekki veitir að því að fá meira hægri umræðu í samfélag okkar þessar mundir og kannski einmitt eins og þú hefur oft sagt að umsvið ríkisins er ekki að vera í forgrunni Já, heldur betur. Þannig að Það er áfram það snýst þetta svolítið. og bara hlaka til að hlusta á næstu 5 ár Já, og megið verða ennþá fleiri bara. algjörlega Ég gerir glina því daginn, sko, Björn Bjarnason er búin að skrifa á F-síðun sinni í 31 ár, þannig að, þú veist, maður er að horfa svolítið þangað. Já, ég meina þetta er langklöpp. Já. Vöxtur ríkisins er líka nánast takmarkalaus. heldur betur En eins og segi, við ætlum að halda með þetta á Kringlukrónni í næstu viku, bjórkvöld á miðvikudaginn, daginn fyrir skírdag, 1. apríl ætlum við að vera á Kringlukrónni. Nú eru bænadagarnir að fara í Þannig að, þannig að það er, sko, gestir þjóðmálastofunar, þeir fengu að vita þessu núna fyrir vikunni og margir af þeim eru búin að panta sér borða á Kringlukrónni, þannig að það er svona fer að vera uppselt, uppbókað, skulum við segja. Þannig að þú ert í útlöndum? Já, ég er stoltur gestur í þjóðmálastofunni en kemst við miður ekki vegna þess að ég er að fara á erlendis í fyrramáli þannig að það er Portugal að þessu sinni en Donald Trump setti smá strik í plönin hjá mér, ég átti ferð bókað til Dubai en það er ljóst að ég er ekki að fara þangað. Já, það er smá vesen þar. Já, á því sveiði. Já, þetta er, við kannski förum yfir það í þættinum. Ég var einmitt í Katar áramótin og jól og áramót og það var æðislegt en mér langar ekkert að vera þar í dag. Nei, eðlilega. En þarna sjáumst við vonandi sem flest á miðvikudaginn á bjórkvöldi þjóðmála á Kringlukrónni. Þar verða vinnur okkar í kalda auðvitað með okkur, verða þar með góðan drykk á krana og margir aðrir. Þannig að þetta er kannski áminningu það að vera í þjóðmálastofunni. Ekki spurning. Þeir sem er að hlusta núna og heyrir þetta fyrst sinn og þeir kannski bara taka það til sín. Já, hvetja fólk til þess að hafa áhrif með öllum hætti sem þetta er. Það er eins og fólk veit að þá eru tímarnir þannig núna að það skiptir máli að ég kallar þetta oft borgaralöflin að þau láti til sín taka. Einmitt, heldur betur. 100%. Þarna verður þetta varningur til sölu frá vinum okkar í IT House of Brands eða þessum sem þau eru að framlega fyrir okkur og eru þetta til sölu á F-síðunni líka þannig að ég er búin að kynna þetta allt saman. Ég sko, talandi kynningar og ekki kynningar, sáu þið það að starfsfólk Landsbankans, þau fá þetta páskaegg á lokum, en þau áttu ekki að fá páskaegg. Landsspítalans. Starfsmenn Landsbankans fá örugglega páskaegg. Já, ég hef ekki miklar ágjör af því. Já, þetta er svona allt frekar sérstætt, en það hefur svo sem alltaf verið líka sérstakar fréttir sko þeirra starfsmenn einhverja fyrirtækja eða stofnana eru ósáttur við jólagjöfn eða eitthvað svona. Hugmyndin var á sín tíma að reyna að glæðja starfsfólki en ég held að þetta hafi kannski komið illa út fyrir ráðherrann og þess vegna hafi þessu máli verið kippt í liðin vegna þess að það komið í ljós að starfsfólk ráðuneytisins það átti ekkert að missa páskaeggjum og því ég held að þess vegna hafi eiginlega þetta hafi ekki verið hægt að gera annað heldur en að bregðast við. Ég sá að Viðskiptablaðið fjallaði þetta í vikunni að starfsmenn í heilbrigðisráðuneytinu með þess að fóru í páskaeggjja leit sko. Þeir eru tíma til þessa skrifstofutíma til að vera í páskaeggjja leit og það var gaman að þessu. Þannig að sumir eru jafnar en aðrir. Nei ekki. Allir eru jafnar en sumir eru jafnar en aðrir. Var það ekki í Dýrabæ. En þið fáið þessu að páskaegg. Já. Það ekki að með ykkur hérna.
frá vinum okkar í Nóa sem eru þetta bestu póskækin. Kæra þakkir. Já. Þannig að Glæsilegt. gestir hér fara alltaf hlaðinni gjöfum. Já. Byrjum ekki láta að snúa fram svona, þannig að svona sjáist almennilega. Ég skilji. Er það samkvæmt leiðbeiningu fjölmiðlanefnd? Já. Ég er búin að svara fjölmiðlanefnd. Já. Þannig að það er kemur í ljós hvað gerist þar, svara erindi þeirra. Satt langt fram á nótt eitt kvöldið að skrifa, svara embættum. Hver er staðan á þessum, nú var Þórarinn í einni pælingu líka að berjast í þessu að vera að flokka hann sem fjölmiðl? Já, þau vilja hann skrá þessu. En er þú skráður fjölmiðl? Já, ég gerði þau mistök eiginlega þegar ég keypti Þjóðmál 2017 sem var bara tímarit þá og skráði ég hjá fjölmiðlanefnd sem að eftir að hyggja voru eftir vill mistök. Já. Þannig að hvað er fjölmiðl, það má kannski vera endurskilgreinar það. Já, þetta betur. Og taka góðan klukkutíma að ræða það. En það hefur bara gengið eftir að, já, ég menna bara gengið algjörlega eftir það sem menn sögðu þegar að fjölmiðlanefnd var til, að þarna, af því að það rökin alltaf þetta verður að vera, þetta eru svo flókið regluverk og annað slíkt, en það var bara bent á að þarna værum að ræða tilgangslegt batteri sem myndi síðan hlaða utan á sig, þyrfti sífælt meiri mannskap, þyrfti þá ný verkefni til þess að réttlæta mannskapin og þá þyrfti nýjan mannskap til þess að réttlæta það og þannig gengur þetta og við höfum séð þetta á ótal sviðum, en þetta er eitt svona klassískt dæmi, ekki út af því að það sé eitthvað við það ágæta fólk að athuga sem þarna vinnur, heldur bara það að við erum endalaust að finna leiðir til þess að hafa meiri afskipti af borgurunum, hafa meiri áhyggjur af þeim og koma í veg fyrir eitthvað mögulega geti gerst og þetta er nú ekki sagt út úr loftið, þetta er ef við erum að fara í þann leiðangur sem ég vona ekki að fara í aðild að vera við Evrópusambandið, þá var það eitt af því sem að bar hæst í viðræðum okkar á sínum tíma, það var það að Evrópusambandið sagði, heyrðu, þið eru með allt of veikburða stjórnkerfi, þið eru stærri stofnanir, þið eru fleiri embættismenn Þið ekki nógu miklu bjúrókratar. Og ég segi bara nei. Tekum við það. Nei, þetta er vantilega vegferð sem er að farast að aftur. Fjölmiðlanefnd er náttúrulega afsprengi þeir síðustu aðildar umsóknar eða aðildar viðræðna eða aðlögunarferli sem svo heitir nú réttu nafni. Það var einmitt, við verðum að hafa þetta og hitt og svona og það vantar alltaf þarna þennan gaur sem er hérna út í horni og segir, krakkar, við þurfum þetta ekki, við þurfum ekki að gera þetta. Ég held að samfélagi færi ekkert á hliðina þá að fjölmiðlanefndir lögðu niður. Nei, og það var akkurat það sem var bent á sín tíma þegar hún varð að verða til með allri virðingu fyrir þessu starfsfólki, þá verðum við stundum og miklu oftar en við gerum að hugsa, þurfum við á þessu að halda, gætum við sleppt þessu, því að það sá hugsunarháttur er svo mikilvægur vegna þess að annars heldur þessi öfugþróun áfram sem hefur verið allt og lengi að ríkið er að verða leiðandi á vinnumarkaði, leiðandi í launum, leiðandi í réttindum og bara, þú veist, á öllum sviðum og það eru þetta kolómögulegt vegna þess að þá verður bara sífellt fámennari hópur sem á að standa undir þessu öllu saman. Ég tek undir þetta, það er svona, mér skaman að ég fór á viðskiptaþing eins og þú var, við hittum svona þar Gísli og í kjölfarið því tókstu við viðtal við Friðrik Sófusson sem var gríðarlega og gaman að hlusta hann á viðskiptaþingi og gaman að hlusta hann í þættinu og þér og hann er einmitt talsmaður minni ríkisafskipta og fór mjög skilmerkilega í gegnum það og þessir tímar voru einmitt gríðarlega góðir í svona uppgangi Íslands og það sem velmegun Íslands jókst mikið og við tókum margar góðar ákvarðanir og mér finnst við þurfa að fara aftur í þennan fasa. Þannig að ef fór í fólk sem ekki hlustaði á viðtalið við Friðrik Sófusson hjá þér Gísli þá væri ég heiklust með því. Við höfum gert þetta nokkrum sinnum. Þetta var gert ríkisstjórnir Davíðs og Halldórs Ásgrímssonar fóru bara markvisst í þetta og ríkisstjórnir Sigmundur Davíðs og Bjarna Ben gerðu þetta líka og þetta var yfirlýst markmið að skila hallalausum fjárlögum strax að draga úr ríkisumsögum og þetta er nú ekki endilega til sko vinsælda fallið hjá öllum því að það eru margir sem telja eins og segja að umsvif hins opinbera eigi að aukast á öllum sviðum og fólki finnst vegið þessum starfsréttindum og öðru slíku sem vinnur við þessi verkefni en þetta er samt eina leiðin eins og við held ég sjáum núna þegar það er að teiknast upp mjög slæmar svona horfur í efnahagsmálum að það er að verða bara öllum ljós sú staðreynd að hér er mjög fámenn þjóð sem að hefur tryggt alls konar hópum og réttindi á ýmsum sviðum sem að bara fámennur hópur á síðan að standa undir. Og bara, þetta er ekki sjálfbært.
miklu stærri þjóðir hafa komist að þeirri niðurstöðu að þessi búskapur sé ekki sjálfbær, hvað þá fyrir okkur hér. Við erum að gera okkur lífið afskaplega flókið eftir tíðum. Mér fannst nú Kristrún forsætisráðherra áður en hún var forsætisráðherra orðaði það vel að segja að það fer ekki saman opin landamæri og velferðarkerfi. En það fer hindar, og svo kannski fer ekki saman hljóð og mynd hvað þetta varðar, þetta sagði hún fyrir kosningar. Og það þetta bara hárrétt og það sjá þetta allir sem að hafa eitthvað í hausnum og að þú getur ekki bara haft hérna frábært velferðarkerfi sem opið öllum heiminum. Við erum pínulítið þjóð í samhengi hlutana og við verðum að fara að horfa á þessi kerfi okkar og fara að horfa meira á hvernig getum við skorið niður en í staði fyrir að sífellt að vaksa. Ég meina ég man ekki hvenær við skiljum síðast ágangi í ríkisrekstri, var það 2016 eða 17 eða það er mjög langt síðan og það sér eiginlega ekki fyrir endan á því, það er svona, núverandi ríkisstjórn er svona að reyna klór í bakkann og segja að við munum líklega skila ágangi vegna þess að Landsbankinn að borga okkur 38 milljarða og taka víkjandi lán fyrir, taka lán fyrir því og ég veit ekki hvað og hvað. En þetta minnir nú líka svolítið á aðra, svona það sem Samfylkingin var völd í borginni og hefur verið að það er aldeilis búið að taka arðgreiðslurnar út úr stofnunum borgarinnar og til þess að halda þessu gangandi. Það er aldrei skorið niður og það er búið að svoleiðis mjólka stofnanirnar í arðgreiðslum og Orkuveitan besta dæmið. Það er auðvitað bitnar á okkur sem búum í þessu landi, kaupum þjónustu á þessum fyrirtækjum og svo framvegis. Þannig að það er komin tími til að fara að horfa á kostnaðarhliðina. Ekki alltaf verið að blása út efnahagsreikning þjóðarinnar. Sammála því. Við myndist aðeins á ESB aðlánaferlið. Við verðum náttúrulega að koma að sinna það. Ég sagði hér í þætti síðustu viku að mér finnst oft leiðilegt að sé á dagskrá, en þetta er á dagskrá og við komumst ekki til að ræða það. En svona í vildina, þá kannski minnum við auðvitað að vinna okkur í kjöldkambröðinu, fáum okkur það. Það er öllu skemmtilegra heldur en að fara með ESB. Já, það er töluvert skemmtilegra. Ég held en endilega fáið ykkur. Takk, ég held í því sambandi þá sé mjög mikilvægt að hafa í huga að, og sérstaklega fyrir þá sem að telja ekki hagsmunum okkur betur borgið það innan þeirra og þetta geti verið mjög svona afdrifaríkt stund tímamót fyrir Ísland að það er margir sem vonast til þess að þetta verði einmitt svo leiðileg umræða að fólk láta hann ekki sig varða. Sko, ég heyri bara... En hún er bara gríðarlega mikilvæg. Já, ég heyri að það er mjög margir á þeirri skoðun að einhvern veginn það sé bara allt í lagi að kjósa já í ágúst, að því svo verði þetta að kjósa nei seinna, að sé einhvern veginn svona safe bet eins og maður segir. Já. Og það er, sem er ágefnað, því að ég er ekki vissum að fólk gerir samlega grein fyrir því hvað tekur við eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Mér finnst það náttúrulega bara að grafa alvarlegt mál að ríkisstjórnin skýr ekki út fyrir okkur hvað nákvæmlega felst í því að segja já. Hvað ætlum við að fara, hvað þurfum við að kosta miklu til, hvað þurfum við að gera, við þurfum að breyta lögum, við þurfum að gera þetta og hitt. Þetta mun taka gríðarlegan tíma embættismanna, jafnvel fjölga þeim enn frekar og þetta mikinn kostnað og þetta bara er ekki skýrt. Við munum, eins og ég segi, þurfum að breyta lögum og gera alls konar. Byrja að laga okkur að Evrópusamveldinu. Og þess vegna er þessi spurning í rauninni ekki nægilega skýr. Það er augljóst. Við þurfum að skilja... sem við lögum fram í... Já, bara hvað erum við við hverju erum við að segja já við, núna. Ég meina, nei er kannski frekar augljóst hvað það þýðir og vonandi parkerum við þessar umræðu. Alveg bara for good, eins og maður segir, en jáið er mjög loðið. Og þannig held ég að þau vilja hafa það. Það er ekki gott. Við sjáum að það voru komnir stuðlar á EpicBet þetta, að það er stuðlarnir ráð fyrir því að fólk segja já. Það er læri stuðlar já, það er 1,8 og 2,10 á neið. Og það er endur aðeins hærri þar, þannig að það er aðeins að draga saman með þessu. Sko, hvað finnst ykkur? Og ég bara fyrir fjölmannlemd þá bara taka fram að EpicBet er eina fyrirtæki sem er með svona stuður, þannig að þess erum við að vísi það. Mér finnst svona umræðan hjá Evrópusinnum oft kannski ég allavega átta mig ekki alveg á rökunum mjög oft og mér finnst svona, þegar þú talar við fólk eða sér fólk skrifa þetta á Facebook eða hvað það er, að það er rosalega mikið bara, við þurfum að fá lægri vexti. Og þá verður auðvelt að eiga húsnæði, kaupa húsnæði, borga húsnæði og svo framvegis. Og þetta er svo mikil einföldun og við erum í rauninni á þeim stað að ef þú skoða bara evrópskar borgir, haldið þessi auðvelt að kaupa fasteign í Stokkólmi, Kaupmannahöfn, París, hvar sem er á þessum stöðum. Það er ekki auðvelt. Það eru aðgerðir hjá ríkisstjórnum að reyna að hjálpa fólki með háar leigugreiðslur og svo framvegis þrátt fyrir lægra vaxtastig. Þannig að þetta er ekki töfralaust. Nei, og ég meina það er kvart yfir því að fólk komist ekki úr foreldrahúsum í
mörgum Evrópulöndum fyrir fertugt og fólk fær heldur ekki vinnu kannski fyrir fertugt og þeir sem að geta þá fengið einhverja lægri húsnæðisvexti sem að auðvitað ættu við að stefna að þeir þurfa að vera með 30-40% sko eigið fjö þannig að þú veist hlutirnir eru bara ekkert svona einfaldir. Það sem ég óttast að þau ætli í þessari ágætu ríkisstjórn að nýta þær óviðu skilyrðir sem að teiknast upp í efnahagsmálum til að segja við verðum bara að fara þarna inn og ég bara held að það sé mjög mikilvægt fyrir fólk að kynna sér málið eins og það segir að Evrópusambandið sjálft bara glímað við mjög mikil og vaxandi vandamál en að því sögðu þá bara staðan mjög flókin. Við sáum seðlabankastjóra koma í silfri vikunni bara svona eins og bugaðan mann það lá greinilega mjög þungt á honum ástandið og hann sagðist það einhvern veginn binda vonir við að við myndum sleppa Íslendingar við verðbólguskot út af olíuverðshækkunum og það er ekki til sá maður í landinu sem telur að við munum sleppa við það fyrst alveg sleppa engar þjóðir við það og alveg örugglega ekki við og ég fekk hann Agnar Tómas Möller til mín í grótakastiðið mitt daginn eftir og hann var einmitt bara að segja þú veist Seðlabankastjóri mjög bara stressaður yfir ástandinu. Hann stressaður yfir því að ríkisstjórnin ekki að spila með, aðalega vinnumarkaðinins tala ekki saman og þegar að staðan þannig að hún öskrar á að þessi bara fólk á alvöru fundum þessi málefni og ég ætla nú að koma að því seinna, þú varst með heimaverkefni þannig ég ætla ekki að taka þetta of langt í bili. En það líka, það virðist oft gleymast sko, Seðlabankin í rauninni skipaðu til þess að halda verðbólgu í skefjum og fær þetta verkefni og ég hef nú haft orð á því nýlega ég segi hans einn í liði og hef verið að tala það og greina frá því að það opinber þjónusta hækkuð hér upp úr öllu valdi og í rauninni opinbera hefur farið fram með vondu fordæmi í því að skera aldrei niður og þetta hefur vond áhrif á verðbólgu opinber þjónusta er búin að hækka gríðarlega mikið og mest allara liða síðustu 12 mánuði í verðbólgunni þannig að mér finnst að Seðlabankinn sko, hann hefur bara tækið að hækka vexti í grunninn og ef að ríkisstjórnin spilar ekki með þá verður hann bara að hækka vexti hvað á hann að gera? Þú ert skipaður í að ná verðbólgu niður hann verður bara að gera þetta þetta hans tól en mér finnst, og það eru skiptaskoðanir þetta að þeir mættu vera miklu harðari í garði ríkisins að fara að rífa sig í gang og hætta þessari eyðslu og hjálpa í baráttunum við verðbólguna. Já, en því að það erfitt fyrir Seðlabankann að gera þetta einu. Já, það eiginlega bara vonlaust. Sko. Við vorum eiginlega, svona við erum að hoppa úr kannski einu í annað, Birgir hjá Búlis, við þurfum það var yngur sem ég var með einmitt fyrir þannig á, það sem við rífum aðeins upp ummælið þín, við fyllum aðeins um þetta í síðustu viku, þegar Seðlabankinn hækkaði vexti. Þetta efsta blaðsíðu 2, Birgir. Þetta allt með heimilisleitinni hjá okkur. Að þú vorst að fjalla þetta í síðustu viku og sagðir einmitt þetta að Seðlabankinn var einn í liði. Þú veist, það einhvern veginn, þú veist, það heyrðist aðeins á Ásgeiri líka í þessum viðtalaðni í Silfrinu, þú veist, að ég held að hann upplifði þetta þannig að þeir séu einu í liði. Já. Þú veist, það En hann er alveg rétt, hann var mjög bugaður í þessu viðtali, hann hefði þurft að setja aðeins kassan út og segja kannski bara hlutina meira hreint út. Ég auðvitað ekkert glaður með það að hér verði vextir áfram að hækka. Ég sé í rauninu voða lítið annað í kortunum. Það voru verðbólgutölur sem byrtust í morgun, við erum að taka hér upp á 50 degi. Atvinnuleysi og verðbólgutölur sem, og þetta bara alltaf þróast með slæmum hætti, ytri horfur eru mjög slæmar, en út frá sko, að því að nú hef ég verið í svona PR-ráðgjöf mjög lengi og þetta var mjög vont PR-viðtal fyrir Seðlabankastjóra. Því að þetta var viðtal sem hann var búin að ákveða og samþykkja að taka, þetta var ekkit viðtal sem hann þurfti að fara í, hann ætlaði að koma þarna með einhver skilaboð. En hann náði ekki að koma þeim skilabóðum til þjóðarinnar. Hann sló úr og í og talaði kost og galla og vildi ekki taka mjög stórt upp í sig þegar að koma að ríkisútgjöldum. Hann var einhvern veginn að gefa í skín að við getum sloppið við olíuverðshækkanir eins og segi. Og ég held innstinni hann hefði langað til að segja þið verðið núna að það ykkur. Akkurat. Kjarasamningarnir verð, bara þjóðin. Opinberir aðilar, vinnumarkaðurinn, verkalýðsfélögin, bara allir. Þetta eru erfiði tímar. Mér fannst eiginlega hann vera með sko Guð blessi Ísland á tungubrotunum en hann bara þorði ekki að láta það koma.
Það er svolítið stór orð. Já, en viltu bara fylgjast með því sem í gangi í efnahagsmálum? Já. Þetta eru ekki alveg venjulegi tímar, sko. Og í þessu samhengi þá velti ég líka fram svona að manni finnst stundum eins og að ríkisstjórnin sé að reyna að hafa hlutinni í ólagi þannig að við einhvern veginn hrökklumst inn í Evrópusambandið. Já, maður heyrir þessu bara mjög oft flaggað. Já, og maður stundum spyr maður sig, bara með þær ákvarðanir sem eru teknar og með hvað er verið að gera. Og ofan í þetta, núna var ekki bara fyrirpart þessari viku sem að bótafrumvarpið margfræga er samþykkt. Jú, síðustu viku. Já, það var í síðustu viku. Og hérna það er búin að koma varnaðarorð frá fjármálaráðuneytinu, frá Seðlabankanum, frá virtum hagfræðingum og meira segja vinnumarkaðarins, frá læknasamtökunum, bara öllum og þeim er alveg sama. Það er bara áfranga keirumynd í gang, ríkisútgjöld. Þau segjast bara verið í pólitík og þetta sé þeirra forgangsröðun, en þetta er alveg rétt það sem hún segir í veiðigjaldamálunum, í kílómetragjaldunum, vörugjöldum, þegar þingmennirnir bentu þeim á því vitið, þetta getur hækkað vísitöluna, þau bara hlusta ekki. En ég man ekki eftir samt einhverju sem er samþykkt það sem eru aðilar úr svona víðtækum hópi að tala hart gegn eins og þetta bótafrumvarp var og það bara fer í gegn. Já, Inga Sæland bara fyrir á innsoginu og talar að þetta sé viðbjóðslegt tal gagnvart þeim sem minnst mega sín og hver þingmaður kemur og fætur öðrum og segir þetta er bara ekkert svona. En er ekki bara verið að kaupa frá fólksins til samstarfs? Jú, svo við næst í Evrumálunum, þetta er ekkert alveg einfalt, sko. En Björn Ingi, þú er búin að fylgjast með pólitík í 70 ár. Já, einmitt. Þú veist, það er getur það verið að bara Viðreisn líti þannig á að þau hafi bara hagað því að hagkerfi hér sé í hálfpartinn rúst fyrir þessi Evrópusambandsumsókn? Ég ætla náttúrulega að segja það hefur engin viljandi staðis illa í efnahagsmálum. Ég held ekki að Kristrún geri slikt. Ég held að það hafi fyrir svona rauð ýmsa atburða hafi teiknast upp mjög slæm, sumt er heimatilbúið þeim að kenna, sumt eru ytri aðstæður, en ég óttast að þau telji sér ekki kannski, þau geti nýtt þessa aðstöðu til þess að segja, Viðreisn kemur bara í þingi og segir, ef þið viljið lægri vexti, þá verðum við að ganga í Evrópusambandið, ef við viljum þetta og hitt, þá verðum við að ganga í Evrópusambandið. Heldur að það hafi flýtt dagsetningunni á þessari kosningu meðal annars út af ástandinu? Ég held að það sé ekki spurning. Viðreisn var byrjuð að fara niður í skoðanakönnunum og þetta var ekki á þingmálaskráni og þetta er svona hópefli fyrir Viðreisn. Alveg eins og önnur mál hafa verið hópefli fyrir flokk fólksins og svo veltir maður fyrir sér, þú veist, innstinn er ég ekkert alveg viss að Kristrúnu langi til þess að þetta verði samþykkt vegna þess að hún veit auðvitað bara að við leysum ekkert öll mál með því. Við þurfum samt að uppfylla öll möguleg skilyrði og taka til heima í okkur. Svo við vitnum í Kristrúnu aftur fyrir kosningar, þá sagði hann að þetta myndi kljúfa þjóðina. Alveg svo hann sagði og þetta er sannarlega að gera það. Já. En þetta er náttúrulega mjög óheppilegt að við erum að horfa upp á lýðræðið ekki vera að virka sem skildi. Þú ert með 3 tiltölulega litla flokka, mislitla, og komast til valda og allir að fá sínu fram og lúffa gagnvart hverjum öðrum og heildarniðurstaðan er bara slæm. Það er bara þannig. Og þetta er ekkert bara hér, þetta er bara að gerast mjög víða það sem að það er svona miklu dreifðari kosningar. Það var verið að kjósa í Danmörku núna og ég man ekki hvað voru 10+ flokkar og stærsti var 20%. Veist, þetta þýðir bara þetta verður ekki góð stjórnsýsla, það verður ekki góð pólitík, af því að það þarf alltaf að gefa svo mikið af concessions eða til hinna. Gef eftir. Í Reykjavíkurborg hefur séð bara mjög góð dæmi þetta í undanfarna áratugi að það hefur verið keyrt á sömu hugmyndafræðinni þrátt fyrir að henni hafi verið hafnað í hverjum kosningunum fætur öðrum. Nýjir samstarfsflokkar verið fengnir til þess að styðja það og þeir hafa síðan með alls konar svona bara öfgamálum, Píratar eða Vinstri grænir bara komið þannig að hér bara hefur fólk verið við völd í borginni sem augljóslega bara hatast við lífsmáta langstærsta hluta borgarbúa og veit bara alltaf betur, alltaf. Já.
kannski súpa segja því núna. Já, ég vona að landsmenn fatti möguleikana sem felast í því að breyta. Já, það er óskandi að það gerist. Svo ég dragi ykkur aftur aðeins að landi, sko, klárum þess að ESB umræða. Ég var búin að taka þetta til nokkar fréttir svona sem byrjast vikunni. Ég kannski fer ekki yfir allar en hérna, maður sér að Viðreisn byrja leita sjálfboðaliðum fyrir þennan dag í aðdraganda þessar kosninga sem var áhugavert. Þorgerður Katrín kom fyrir utanríkismálanefnd á miðvikudaginn, svaraði engu efnislega þegar maður spurði samningsmarkmið og fleira. Við höfum eftir að ræða þessa hluti aftur og aftur, þannig ég ætla ekki að fara mjög djúpt í það núna, en það er mjög áhugavert svona hvernig fjölmiðlar líka greina frá mismunandi áherslum á þessu fundi. Sjáum við þessa fyrirsögn hér, þar sem að RÚV vitnar beint í Þorgerði Katrínu. Þetta var ekki fréttapunkturinn í hennar erindi, myndi ég segja. Þegar fílarnir dansa er ekki gott að vera gras, og þess að tala um að þegar stórveldin er að hreyfa sig þá væri við einhvern veginn fyrir. Það var bara alls konar aðri punktar sem komið fram eða komið kannski ekki fram sem að væru fréttnæmari í þessu öllu saman. Þannig að við getum haldið langa tölum þetta. Það er eitt sem að vakti samt athygli mína. Það var í næstu frétt, Birgir, að þá ég ætla að tala í Birgir, þannig að situr tættum að frá Bullis, situr með okkur í stúdíónu og er að hjálpa okkur að búa til þess að frábæra þetta. Já, þeir eru alveg frábærir strákar. Eitt sem að Þorgerður Katrín sagði að hún sagðist að það tryggja yfir á Íslands yfir hafsvæðinu kringum okkur. Við erum bara með yfir á nú þegar. Sko. Við meðum bara vera þakklátt fyrir að fá yfir á því. Við sem við höfum nú þegar. En mér finnst ég var að staldra þessu fyrir. Sko, við erum búin að byggja upp gríðarleg lífsgæði í þessu landi núna, síðustu áratugi. Það eru bara, innan við 100 ár síðan nánast við vorum í torfkofum. Það var ekkert að frétta þeim. Og eftir að við urðum sjálfstæði, þá hafa lífsgæði okkur aukist gríðarlega. Okkur hefur tekist það, auðvitað í samvinnu við alls konar nágrannaríki og þannig að mér finnst þessi umræða mjög skrítin. Við höfum allt til alls til að njóta gríðarlega lífsgæða. Mér finnst fólk oft gleyma því, jafnvel þó að vextastig sé hátt og afborganir húsnæðislán hækka, þá eru við samkvæmt öllum mælikvörðum í einu allra besta landi í heimi. Það er staðan. Og það er yfirleitt ekki staða umsóknaríkja inn í Evrópusambandið. Nei. Það er yfirleitt ríki sem er í vesenni sem er að fara þangað inn. Og alls ekki þeirra 9 ríkja sem bíða síðan eftir okkur. Nei, ekki til í dæminu. Og þetta gerir það líka, sko, að af því að við höfum geta ráð okkur sjálf, þrátt fyrir að við höfum, eins og þú segir, verið aðilar að alls konar samstarfi, þá höfum við geta sko lagað okkur að, og við nýtt okkur tækifæri, þú veist, ferðaþjónustan, hún bara stækkaði þegar við þurftum mest á því að halda, við þurftum að bregðast við. Það geta sko lönd gert með tilteknar aðstæður sem er ekki alltaf bara að fá fyrirmæli annars staðar frá, sko, eða taka með. Já, ég held að það sé eitt gott dæmi í þessu samhengi er að atvinnuleysi á Norðurlöndunum er mest í Finnlandi, sem eru með evru, og gjaldmiðill þeirra getur ekki brugðist við einhvers konar ástandi sem er eiga sér stað í þeirra landi. Það er þó kosturinn við að hafa krónuna, hún er ekki fullkomin en ég sé alltaf krónan er auðvitað bara svona endurspeglun á þeim ákvörðum sem við tökum í efnahagsmálum. Það er ekki hægt að kenna krónun þetta. Það er hægt að kenna... Nei, og hún er líka bara búin að vera mjög stöðug í langa tíma, sko. Og hún er ónálega og í rauninni furðu stöðug miðað við hvað, og það er önnur umræða, sko, bara, eða svona þyrfti að fara dýpra í sko, það er lygilegt hvað krónan hefur haldist sterk þrátt fyrir mikla launahækkanir síðustu ár hérna heima miðað við öll lönd í kringum okkur. Nú trú einhverjum eðlilegum hagfræðilegum forsendum þá myndi krónan veikjast sem samsvarar þeim launahækkunum sem við borgum umfram aðra. En á móti höfum við... Sérstaklega það útflutningsgreinar þurfa að bera þetta. Já, en þú veist, en á móti þá erum við greinilega að fá svona meðbyr í útflutningsgreinunum og alls konar hluti á meðan sem er svona hjálp okkur, kannski eitthvað fjármagnsstreymi og alls konar svona. Þannig að það hefur verið lukka, en við þurfum átt okkur á því að við erum núna frá og með deginum í dag í 5,4% verðbólgu, 12 mánaða takturinn, mestuleyti án áhrifa stríðsins í Persaflóa og með mjög sterka krónu. Það er ekki gefið að svoleiðis vera alltaf. Þannig að við erum búin að hafa tölverðan meðvind hingað til. Verðbólga var 5,2% núna fyrir undan þessari mælingu, án þá að stríðið ekki byrjað í Íran og olíuverð var ekki farið að hækka. Þannig að það má ekki mikið út að bregða að svona, þetta trend haldi áfram upp á við. Er það ekki alltaf líkur á vaxtahækkunni í vor? Jú, næsta ákvörðun er í maí. Jú, ég held að það verði líka bara gert vegna að Seðlabankinn muni gera allt til að reyna að koma í veg fyrir að kjarasamningum verið sagt upp. Þannig að það verður allt gert til þess að reyna að kæla þetta niður núna fyrir haustið
og verkefnishreyfingin hóta nú uppsögn eftir að vextina hækkuðu. Já. Ég hef smá samúð með sko verkefnishreyfingunni hvað það varðar að það eru gerðið samningar hennar sín tíma og það er að segja, já, nú spila allir saman og svo er farið bara gert miklu hærri samninga við aðra stéttir, til dæmis kennara og svo framvegis. Þannig að opinberi starfsmenn að keyra fram úr almennt og ég skil alveg að fólk sé pirrað sem er að venda hagsmuni sinna sko, eins og bara Sólveig hefur talað og fleiri. Já, ég meina þau skrifuðu undir samninga með það að leiðir og segja hér var verið að búa til eitthvað stöðuleika næstu árin. Þau ætlaðu að reyna virkilega að vera ábyrg. Og þau lögðu sitt að mörgum til þess. En ríkið bara leiðir með allt öðrum hætti. Það er bara nákvæmlega þannig. Það er ekkert að ára fram hjá því. Og mér finnst okkur vanta leiðtoga núna sem stígur fram og segir við hjá ríkinu ætlum að bregðast við þessu ástandi. Við ætlum að gera þetta og það var ótrúlega áhugavert að sjá gamalt myndband sem var upp á 90 þar sem Davíð Oddsson er tekinni viðtal í sambærilegum aðstæðum sem verðbólga er vandamál og hann kemur og er í viðtalinu, hann er svo ákveðinn, hann segir bara ríkið er að fara að bregðast við. Ég er búin að gefa þess skipanir, opinberar stofnanir hækka ekki gjöld umfram verðlag og bara, það er bara farið yfir þetta í skref fyrir skref. Þetta eru við ekki að sjá. Hér eru við að segja kannski eftir páska verður eitthvað gert. Fjármála áætlun til næstu ára verður aðeins betri. Þetta er ekki nóg. Þannig að við þurfum leiðtoga í svona aðstæðum til þess að laga þetta ástand. Og mér finnst við ekki hafa leiðtoga sem stingur hausnum upp og segir við ætlum að gera þetta. Og ég ætla að sjá til þess að ríki gerir sitt. Já, þessi leiðtogi þyrfti vantilega að gera það sem Ásgeir var að hvetja þess að við meinandi öll þjóðin þyrftum að gera. Atvinnulífið, launþegarhreyfingin, ríkisstjórnin. Og ríkið það þá að segja við ætlum að gera okkar og benda á hvað það er. Við erum ekki að sjá það. En Kristrún auðvitað þarf núna ekki seinna heldur en strax að gera þetta ef hún ætlar að gera það á annar borð. Og ef hún meinti eitthvað með því að hún setti efnahagsmálin í forgrunn. Því að þetta er bara mikilvægast fyrir okkur öll og ég sá nú að Sigurður Hannesson í Samtökum Iðnaðarins var einmitt að kalla eftir þessari þjóðarsátt og sama hafa VR gert og Vilji Birgir sér að reyna að kalla eftir þessu en þetta er samt ekki, þú veist, þetta er það sem þarf og ef það er ekki stemning fyrir þessu og ef menn ætla að halda áfram að láta allt hækka bara allar verðhækkanir fara bara í gegn og við fáum olíuverðshækkanirnar í gegn þá er ekkert vit í þessu sko. Þá endur við í Evrópusambandinu. Nei, menna, það er bara skilur það verður einhver að vera fullorðinn mann í herbygjunum og segja, krakkar, við getum ekki haldið svona áfram. Það er ekki hægt. Það er rétt. Ég tók eftir því að það var könnun Hjörtur J. Guðmundsson sem var nú gestur hjá mér hérna daginn í þetta sem við fjöllum að við tókum bara svona ESB 101 svolítið þannig umræðu. Já, góð þáttur. Hann er búin að fylgjast með þessum málum mjög lengi. Hann var að fjalla það á sinni vefsíðu sem heitir stjórnmálum.is það að félag atvinnurekenda hefði gert könnun lengi sem að hefði síðan ekki verið birt en hefði ekki birt niðurstöðu úr henni. Það er öllu ljóst að framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda, þetta er aðeins ofar, Birgir, þetta er þarna fyrir ofan, þetta er undir ESB-kaflanum, næst í linkunum þar, að þar eftir þessum, að þá er hann fjallað það að félag atvinnurekenda gerir könnun með sinna félagsmanna en birtir ekki niðurstöðuna. Mér finnst þetta áhugavert af því að nú voru Samtök Iðnaðarins sem birta könnun daginn. Það sem að kemur ljósa megin þorri, ég man ekki hlututin ákvæmlega en meirhlutin að félagsmönnum Samtök Iðnaðarins vildi ekki fara í ESB. Og vaxandi andstæðar. Og það er vaxandi andstæðar þar sem er náttúrulega af sem áður var. Já, ég meina fyrir 10-15 ára voru hlututin í hönduna. Bara Viðreisn var bara stofnuð niður í Borgartúni og það var alveg klárt að Samtök Iðnaðarins fóru fyrir aðildar umsókninni, það var bara þannig. Og Sigur pappinn, Helgi Mag, hann auðvitað kerði þetta svolítið áfram. En framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda, Ólafur Stefánsson, hann er nú mikill ESB maður og talar ótrútt fyrir því. En svo verðist vera kannski í þessu að þá er þessi frétt sem ég er þessi umfjöllun sem ég er að benda á fjallar það að niðurstöðunar hafa ekki birtar en niðurstöðunar gefa þótt að kynna Hjörtur með niðurstöðningstar að það að meirhluti félagsmanna innan félags atvinnurekenda viti heldur ekki fara í ESB sem er líka þetta ákveðin tíðindi. En ég meina það er mikil tíðindi en ég held að þetta sé langur inngangur hjá mér en ég bara okkur er þetta ekki byrt. En ég meina akkurat en það er bara svo margt sem hefur ekki verið byrt sko af því bara hver eru samningsmarkmið okkar af hverju erum við að flýta ferlinu núna, hvað liggur á
hvað telur ríkisstjórnin að við fáum út úr þessu við þessar aðstæður, bara í staðan fyrir að segja bara við ætlum að kíkja í pakkan að halda áfram og sjá bara til, þetta er ekki svoleiðis, þetta er miklu starra mál heldur en svo en hérna það blasir við að ríkisstjórnin vill halda þessu opnu, þetta sé loðið og við vitum ekki hvað já þýðir. En mér finnst þetta bara vera rosa endurtekning á því sem átti sér stað hérna í Jóhannestjórninni og því miður, þú veist, að þar var VG líka á móti en kerði þetta áfram alveg eins og flokkur fólksins núna og þetta er bara það að við séum einhvern veginn endalaust að keyra á mál sem kljúfa þjóðina, gera atvinnulífinu erfitt fyrir, herða síðan viðurlög, setja aukapeninga í samkeppniseftirlitið. Þú veist, þetta er bara eins og Jóhannestjórnin bara 2.0 sko. Og það endaði ekki vel fyrir þessa flokka, ég er bara að minna það. Nei. Eitt mál í lokin varandi ESB, við sáum að Jón Gnarr og Sigurjón Hjartarson, þeir eru nú, Jón Gnarr er nú, fyrir það sem ekki vita, grínisti líka, leikari, hefur gert garðin frægans í slíkur, að þeir komu fram í þætti á Ríkissjónvarpinu síðastlega föstudagskvöld hjá Gísla Marteini, og í svona gamla hvað dúetti sem spila ekki Plató. Já, þetta með lagið. Já. Sko, og sungu þar og gáfi skinn að vera á móti aðild að Evrópusambandinu. Sko, þetta snýðast undir það að það er verið að draga þá mynd að þeir sem eru á móti aðild séu bara einhvers konar lúðar og vitleysingar. Er það ekki þetta snýst um? Jú, ég meina... Ég sá nú að þinn maður, Snorri Másson, hann mótmælti þessu. Jú, en ég meina eðlilega, en sko, þetta ágæta fólk sem við kallum nú stundum góða fólkið, þau eru bara alltaf svo réttstæð að þau fatta ekki hvað þau eru rángstæð. Hver er rángstæð? Er það Gísli Marteinn eða er það Jón Gnarr? Báðir, en Gísli Marteinn þetta fyrst og fremst. Ég meina, hvað haldið þið að er sagt ef að þingmaður stjórnarandstöðu flokkana eða ef það væri önnur ríkisstjórn fengi bara að gera þetta og gera grína pólitískum andstæðingum. Mér finnst Jón Gnarr snillingur og frábær listamaður, en hann er þingmaður Viðreisnar sem er að leggja þetta mál fram og hann fekk bara tækifæri til þess að hann var bara með skets þar sem að hann var að segja besta útsendingatíma. Já, akkurat og þarna hvort sem að okkur líka það betur að vera og þú veist, en þeim finnst bara alltaf að þau séu í rétti þó þau séu kolrangstað. Já. Ég legg mig fram að horfa ekki á Gísla Marteinn. Ég ger það ekki heldur en það er... Og ég skil ekki hvernig þessi þáttu getur verið með svona mikið áhorf en það er eins og það er bara allir með kveikt á sjónvarpinu á fyrsta sköldum að fólk er bara að baka pítsu og þú veist, og svo bara kveikt á sjónvarpinu og horta fréttir og svo fær sjónvarpinu að lifa áfram sko. Snorri var nú í þætti hjá og ræddi einmitt hlutverk RÚV sem að í samanlega öllu sem hann sagði þar að sínum tíma. Að þetta er auðvitað ótrúlegt. Ég meina, við ræddum líka þegar ég var með BBC og það er náttúrulega búið að rista BBC fyrir að vera hlutra í sinni umfjöllun. Akkurat. Það er ekki búið að gera það við RÚV en það er augljóslega sama staða hér eins og þar. Algjörlega bara allan daginn. Og við borgum þetta skakkreiðendur. Já. En ég held eins vegar að þetta sé, þú veist, ég held bara svona, þetta séu sjálfsmörk. Heldur það? Ég held að þegar Hillary Clinton fór að tala að þeir sem að styddu Trump sko væri bara allt einhverju vitleysingar. Það hefði verið eitt af því sem að gera það verkum að hún tapaði. Ég held að þegar Þóra Kristín einhvern tíðan fyrir nokkrum mánuðum sko held að þeir sem að styðu sko miðflokkin kynni ekki að lesa. Mér er það stór hluti þjóðarinnar. Og allt svona sko, þeir sem eru á móti Evrópusambandinu séu það bara vitleysingar sko. Ég held að þetta sé bara eitthvað sem að fólk láti ekki bjóða sér og taki bara sjálfstæð afstöðu til. Og ég held og það er kannski annað sem er áhugavert að það er dálítið langt síðan RÚV hefur byrt niðurstöðu tröstmælinga. Þeir fyrir árum áður voru alltaf að tala hvað margir stórhluti þjóðana trist. Það var þeirra aðalmerki að bera. Ég bara held að það sé alveg á hreinu að bara þeim fyrir mjög fækkandi sem treysta RÚV til þess að vera með hlutlausar og óhæðar fréttir og dagskrárgerð almennt. Miður. Því að mér finnst það mjög leiðilegt sko. Já. Út í allt annað. Já. Svo höldum áfram. Dagskránni. Daði, þú varst áhugaverða grein í síðustu viku gervigreind. Já, ég pæli mjög mikið í þessum hlutum. Skrifar hann á Innherja á Vísi? Já, ég sko við í Visku sjóðum erum búin að liggja yfir þessum málum í langan tíma og stofnuðum rauninni sjóð í fyrra utan svona fjárfestingar í hlutafélögum sem að tengjast innviðum gervigreindar og þannig að við erum búin að skoða þetta frá öllum mögulegum hliðum og það er gríðarleg framþróun í bara gervigreindar heiminum eins og held ég allir hafi átt að sjá og það geta allir talað gervigreindina en ég held að sé ekki allir búin að pæla í sko afleiðingunum af þessari þróun.
Nei, þú spyrði mig bara í fyrirsögn þessari grein, við sjáum þetta hér á skjánum, þú spyrir hvort Íslands samfélag sé undirbúið fyrir gervigreinda-byltinguna. Já, mér finnst augljóst að svo ekki. Já, ég á þeirri skoðun að við séum að vanmeta þessa þróun gríðarlega. Ég horfa á þetta sem svona eins konar iðnbyltingu og fyrir þá sem ekki mun eftir því að hafa lesið var það að gerast þarna 18. öld og 19. öld, þar sem að fólk fer af ökrunum og vélarnar koma og taka störfin eins og umræðan var þá og það auðvitað var erfitt tímabil á mörgu leyti, það bjóð til hagræði fyrir ákveðna aðila og það varð vont fyrir aðra sem kannski mistu vinnuna og svo framvegis og upp úr þessu kemur svona umbreytingar tímabil sem róstursamt og það skiptir máli að vera undirbúin fyrir svona breytingar. Innbyltingin tók langan tíma en það sem að gerast núna í gervigreindinni að taka miklu skemmri tíma. Þessar breytingar, miklu hraðari þróun. Interneti kemur aldamót, eða þetta kemur fyrr en aldamótin kannski 5% heimsins með internettengingu. Þannig að þegar internetbylgjan árið 2000 þá allir að segja að allt muni gera strax en 5% heiminum var með internettengingu. Þannig að það gat augljóslega ekki gerst strax. Nú heimurinn meira og minna tengdur internetinu og við sjáum bara notkun og gervigreinda tólum svona innleiðing á þeim svo hraðasta sem við séum með nokkuð, bara hraðar en nokkuð annað. Þetta þýðir að þetta ekki bara ég að spjalla við ChatGPT eða Claude eða hvað allir þessi módel heita. Þetta farið að leysa verkefni inn í fyrirtækjum nú þegar. Við hjá Visku, við finnum fyrir þessu í okkar störfum. Við erum búin að búa til okkar eigin gervigreindar þjón, eða þess að kallast AI agent, sem einfallega tekur gríðarlega mikið magnagögnum, les það, og þetta búið að vera svolítið flókið ferli að búa til, en að vera sífellt einfaldara, og kemur í rauninni með bara summary yfir fullt af greiningarskýrslum hverjum degi, sem að svona tengist því okkar fjárfestingum. Og vitið þið að þið getið treyst á þar upplýsingar? Já, og við erum búin að prófa þetta og ítra þetta og svona villuprófa gegn svokölluðum hallucinations eða þannig eins og hefur verið stundum vandamál með þessa agenta eða með þessa gervigreinda þjóna og það sem allt í einu eitthvað sem gat tekið 2 greiningaraðila 2 daga hægt að gera með sjálfvirkum hætti. Þetta bara svona eitt einfalt dæmi fyrir lítið fyrirtæki. Við erum að sjá þetta í öllum mögulegum fyrirtækjum og þetta byrjar í þessari skrifstofuvinnu. Þetta að byrja í fyrirtækjum sem þetta getur verið lögfræðistörf, þetta getur verið endurskoðandastörf, alls konar svona endurtekningar, símsvörun orðin svöruð af gervigreind fulltast og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að maður hugsar við erum að sjá leiðtoga í þessari tækni út í heimi, forstjóra Microsoft AI segja og þetta þetta stór orð og hann segir gervigreind mun geta leyst svona flest skrifstofustörf á næstu 12 til 80 mánuðum. Þetta algjörlega fráleitt að hugsa út í þetta. Og ég kannski ekki svona bjart síðan á þróunina, en þetta strax byrjað að gerast. Við sáum fyrirtæki sem að Jack Dorsey sem stofnaði fjártækni fyrirtæki Block, hann var stofnandi Twitter á sínu tíma, þessi maður, og hann sagði upp 40% starfsfólkinu sínu í þessu fjártækni fyrirtæki og nefnir einfaldlega bara að við erum farin að geta gert meira með gervigreindinni. Það gengur ekki illa í fyrirtækinu, það hefur sjaldan gengið betur, en afkoman góð, en þetta ekki einhvers konar afsökunar því að gengur svo illa, það bara einfaldlega aukin framleiðni innan fyrirtækisins og það verður að fækka fólki. Og þá fer maður að hugsa, teiknum þetta eitthvað áfram. Hvaða áhrif getur þetta haft á Ísland? Mér finnst við ekki vera að taka þessu umræðu. Þetta eru stærstu samfélagslegu breytingar sem að við höfum séð á okkar lífsleið, í fullri það, sem framöndan eru. Og þetta ekki bara skrifstofustörf, þetta eru líka róbótarnir. Og það svona... Sér geta þau unnið á lagarstörf eða þrif eða alls konar. Já, og þetta ekki eitthvað svona 10, 20, 30 ára dæmi, Þetta bara að koma. Og það það sem svo skemmtilegt að það eru fullt af tækifærum í þessu, en það eru gríðarlega rógnir. Og svona ef við ætlum að hugsa íslenskt samfélag, erum við með eitthvað plan? Hafið þið heyrt stjórnmálamenn ræða mikið þetta? Nennum við bara ekki að tala mikið plan samt. Þetta skemmtilegt að þú segir þetta. Já, ég heyrði Áslaugu Örnu að tala eins þetta. Já, hún gerði það og hún startaði í rauninni skýrslu þetta eða svona sem að Logi fekk svo held ég að kvittun upp á. Já. Þegar það endaði þannig. En já, vel gert hjá henni,
En í grunninn samt eru hlutinir að breyta svo hratt að þetta á að vera forgangsmál. Við erum að verja öllum okkar tími að tala um ESB og ég veit ekki hvað og þetta forgangsmál. Bara til að setja hlutin í samhengi. Já, algjörlega. Því að ég hef áhyggjur á því að þetta hefur mikil áhrif á vinnumarkað. Og einhver geti sagt, já, þetta er alltaf sagt og eru menningi bara með eitthvað dómstagsspár. Mér finnst þetta bara raunsætt mat á stöðunni, hort á það sem er að gerast út í heimi. Og við erum átt okkur á því að við erum í dag, samkvæmt Vinnumálastofnun, með 10.000 manns á atvinnuleysisbótum. Það af 6.000 útlendinga. Þetta er án áhrifa gervigreindar. Þau eru eiginlega ekkert komin fram. Og örugglega allra síst hjá útlendingum á Íslandi sem eru mest í svona minna í skrifstofuvinnu, getur við sagt. Þannig að svo er endar misvísandi tölur að því að Hagstofan segir þessi 17.000 manns atvinnulausir en Vinnumálastofnun 10.000. Þannig að það er önnur umræða. En punkturinn minn er sko, þrátt fyrir þetta, þrátt fyrir að atvinnuleysi útlendinga á Íslandi sé næstum á 11%, þá er samt ennþá fleira fólk að koma heldur en að fara. Og ég hugsa sko... Það flyttir vinnuafl? Já, ég sé ekki í hvaða vinnu þau eru að vinna ef að það er svona mikið atvinnuleysi, næstu 11% útlendingum á Íslandi og ef við erum að horfa upp á þessa þróun næstu 5 ár, 10 ár, ætlum við að vera með eitthvað plan hvernig við bregðumst við þessu. Vegna þess að ef þú teiknar upp þessa mynd að það verður krefjandi staða á vinnumarkaði, að minnstakosti í þessu umbreytinga tímabili þangað til við finnum nýtt jafnvægi, þá held ég að velferðarkerfið okkar ráði illa við að vera að bæta ofan á það sem fyrir er. Og þetta er eitthvað stór umræða sem þarf að taka í mínum huga. Já. Er pólitíkin til í þessu umræðu? Já, ég menn hún er byrjuð á henni og ég bara held að það skýri bara alls konar bara söguleg tíðindi sem er að verða í pólitíkinni og ég menna ég bara held að það sé meiri salur fyrir þeim sem að leyfa sér að þora að tala sannleikann. En sko og út frá þessu er þetta síðan að taka alveg ótrúlega áhugaverðan en líka bara flóknar sko hliðarumræður. Ég meina ég sá að verðlaunarrithöfundurinn Jón Kalman var að skrifa í vikunni sko að maður væri ekki bara mennskur sko ef að það væri ekki hægt að tryggja öllum börnum sem hér kemur á flótta sko leikskólavist. Og ég meina þetta er alveg sjónarmið, ég meina bara gott fólk vill tryggja öllum börnum á flótta sko leikskólavist, en það bara vill svo til að við höfum ekki náð að tryggja sko íslenskum börnum sem hér búa og fólkinu sem borgar skattana og býr þessa sömu þjónustu. Þannig að og ef einhver bara leyfir sér að segja, heyrðu það er nú kannski eðlilegt að þeir sem eru að leggja til samfélagsins og halda þessu öllu saman uppi, að þeir njóti forgangs af því að vera í samfélaginu en sé ekki alltaf settir í annað sæti og eftir þeim sem eru að koma beint inn og það hefur ekkert með mennsku að gera, þetta er bara heilbrigð skynsemi og þetta bara er á öllum sviðum. Við getum ekki rekið háskóla fyrir heiminn. Ég meni þess að heyrðu nú umræðuna það að þeir eru að herða inntökuskilyrði og hækka skráningugjöld vegna þess að Háskóli Íslands var bara búið að snar fjölga sko erlendu stúdendum sem töldu að hér væri hægt að fá ókeypis menntun. En það er náttúrulega ekki til en ókeypis menntun, það er bara menntun á kostnað íslenskra skattgreiðenda og við getum ekki rekið spítala fyrir heiminn. Ég menna það er þá bara íslenskir skattgreiðendur sem borga það, en eru þá líka settir í annað og þriðja sæti og eftir hinum erlendu gestum okkar og þetta er heilbrigð skynsemi að þetta verður að gerast í eðlilegum skrefum. Ef að innviðinu þola ekki þá fer allt í klessu og þá verða allir óánægðir og allir tapa. Þannig að, þú veist, já, ég held að sé mjög mikill salur í pólitíkinni fyrir nákvæmlega þetta. Því fylgir hins vegar að góða fólki kemur og segir að þetta er hræðilegt að við séum að tala með þessum hætti. En það er ekki hræðilegt, þetta er bara heilbrigð skynsemi. Algjörlega. Og í þessu samhengi þá finnst mér sko að því við byggjum okkar samfélag, stjórnvöld taka stefnumótandi ákvarðanir út frá til dæmis, eins og við fjallum í greinni, út frá mannfjölda spám. Og við höfum gert ráð fyrir því að hér þurfum bara að vera samfelldur vöxtur til þess að einhvern veginn halda upp í gamla fólkinu eða halda upp í kerfunum og svo framvegis. Og þessi bylting sem er að þessi stað, hún er ekki lengur, hún er að fara að fækka störfum, hún er að fara að búa til aukna framleiðni og við getum gert meira fyrir minna, sem þýðir að við munum ekki þurfa allar þessar hendur til að halda upp þessu samfélagi okkar. Og það er út af fyrir sig jákvætt.
En það þýðir að sko við þurfum að hugsa býtu, eigum við, samkvæmt eins og Hagstofan spáir að við verðum 535.000 árið 2050 sem eftir 24 ár. Í dag erum við rétt undir 400.000. Það er ekkert endilega augljóst að þetta sé skynsamlegt að við fjölgum svona mikið á þessu tímabili. Nei, fyrir utan að þá verða innviðnir alltaf þandir til hvernig ætlum við að standa undir þessu og þá kemur inn á önnur mál sem að Miðflokkurinn hefur gagnrýnt er að borgarlínan byggir á þessum vaxtarspám. Það er svo margt sem byggir á þessum vaxtarspám og við þurfum að pæla í þessu og bara til að loka þessu að þá, Larry Fink, forstjóri BlackRock sem er forstjóri þá stærsta eignastýringarfyrirtækis í heimi, hafði orð á því að lönd, að því að hann var að ræða þetta á ráðstefnu í tengstum við þróun gervigreindar og hvað áhrif það hefur samfélög að lönd sem að glíma við fólksfækkun muni vegna best á komandi árum vegna þessara breytingar sem er þessi stað. Þau muni lenda í minnsta umrótinu í þessu svona vinnumarkaðsbyltingu og það verði ekki jafn mikið af fólki sem að kannski þarf aðstoð frá ríkinu. Ég ætla að segja þessar mannfjöldaspár þetta byggðu kannski fram til þessa á einhverju líkani sem að menn hefðu byggt upp hérna síðustu áratugi. Reynda tegum við alltaf tölur frá Hagstofunum í fyrirvara því að það eru alltaf villsör og leiðréttir eftir en það er annar mál. En þú veist, við erum með einhverja mannfjöldaspá sem að, en hún er greinilega svo gott sem brostin, kannski. Það er mín skoðun, mér finnst að blasa við að við hérna þurfum, og sko, þetta hljómar allt rosa neikvætt sem ég er að segja, en það sem að við þurfum að horfa og taka út úr það. Þetta er svona mikil breyting á því sem við þekkjum og það, fólk almennt vill ekki sjá miklar breytingar það bara er óþægilegt. Flestir velja að taka strútinn eins og ég kalla það, setja hausinn í sandinn og vona að þetta verði ekki vandamál. Það er ekki leiðin fram á því í mínum huga. En kostirnir við þetta eru og alveg eins og þegar iðnbyltingin kom þá skapaði það krefjandi aðstæður á tímabili en leiddi til miklu betra lífs, betri heims. Við gátum gert meira fyrir minna. Nú erum við að fá tækni sem er að gera okkur kleift að búa til meira fyrir minna. Og það er jákvætt. Svo þurfum við bara að finna hvernig nýtt jafnvægi er á vinnumarkaði og svo framvegis og það kannski tekur næstu 10-20 ári, ég veit það ekki. En góða fréttin er að við getum fengið meira fyrir minna. Þetta er framleiðniaukning og á að geta verið okkur öllum til hagsbóta. Já. Svo lengi sem að tæknin er ekki notið til þess að við sem að mörka lífið hvert úr öðru því að svo er það gríðarlegur vöxtur sem kemur að bara öllum hergagnaðinaði sem þessu tengist og sjálfsagt vitum við sko minnstum það sem þeir búið að finna upp sko. En þú segir sko skrifstofustörfin og menn hafa talað lögfræði og endurskoðunarskrifstofur og fleira svo sjáum við þú varst nú með þetta myndband byrtir þetta á Twitter síðu þinni eða X fyrir þessu mánuði. Þetta er vélmenni að spila tennis eða ekki? Jú, þetta er alveg ótrúlega merkilegt af því að vélmenni í rauninni bara er þjálfað í nokkra klukkutíma og fær ákveðnar upplýsingar hvernig það er að gera þetta og svo er það algjörlega bara bregðast við aðstæðum og þetta er auðvitað bara algjör byrjun en þið sjáuð bara strax að sko, ég held við þurfum ekki að bíða í mörg ár þangað til að við sjáum vélmenni eiga sens í bestu tennisspilara heims. Já, þetta segir mann það líka að svona vélmenni eða einhvers konar form af svona vélmenni getur unnið, þú veist, lagerstörf, getur þrifið hótelherbyggi, getur sett í auðvitaðvel heimahöður, þú veist, við getur gert alls konar hluti. Og ég meina, við munum það verða vélmenni sem verða hótelþernur á hótelum heimsins. Þetta er allt framöndan, þetta er miklu nær en fólk er átt að sjá. Það er svolítið punkturinn minn í þessu öllu saman. En hvað hefur þá að gera sko meðan þegar tæknin er fann að gera svo mér finnst það spennandi, sko, hvað munum við finna út úr þessum, af því að, ég meina, vélvæðing bátaútgerðarinnar, þú veist, það er svo margt sem hefur komið, sem hefur gjörbreytt, ég er algjörlega sammála. En hefur tekið langa tíma? Já, en nú gerist þetta ofsalega hratt, en þú veist, maður er ekki 100 ára, en ég man eftir, sko, fréttunum þegar kom skáktölva sem gæti jafnvel mögulega sigra sterkar skákmenn þú veist sem þótti skrítið ok, nú hljómar hindur eins og 700 ára en það er samt bara þannig Já, en þetta er bara mjög áhært og það er ljóst að við þurfum að taka þessu umræðu einhvern veginn, bæði hvað var það sko þetta er svona á mjög einfaldar hátt að segja þetta snúist tvennt, annars er atvinnulífið bara hvernig atvinnulífið ætlar að taka á þessu og nýta sér þetta og það verður þetta til störf, menn það er til störf í dag sem okkur hefði ekki dott í hug fyrir 10-20 árum. Það verður til störf eftir 3 ára, eftir 10 ár sem enginn veit í dag, gott og vel og við treystum svolítið að atvinnulífið finna út úr því
og svo náttúrulega, veistu, hvernig þetta er áhrif á bara vinnumarkaðan fleira og svo er það bara samfélagið. Já, það er kannski þá hinn aðli, sko. Já, það er hinn þátturinn í þessu. Stóra myndin, við erum byrjuð að sjá út í Bandaríkjunum sem dæmi, svona, þeir eru oft kannski fyrstir að bregðast við Silicon Valley og þú veist, það eru Meta Facebook er að segja upp núna töluvert af starfsfólki líka, forriturum og svo framvegis. Einu sinni heldur minna forritarar myndi alltaf vera tryggðir, en nú er allt í einu bara Claude Code farin að geta sko forritað fyrir þig og þú þarft ekki að kunna forrita. Þú veist, og einn forritari kannski getur orðið á við 5 í dag. Já. Þú veist, þannig að það verði ekki allir useless eða sem sagt í því, en einn aðili getur komist yfir eitthvað sem áður þurfti 5 til að gera. Og við erum að sjá þetta að byrja, þú veist, að fyrirtækjur byrja að skera niður og það sem ég hef auðvitað áhyggjur af líka er að eins og klassískt er að fyrirtækin munu finna leiðir til hagræðingar og jafnvel vaxtar í með þessari tækni, en hið opinbera mun síður nýta hana sér í vil og hagræða hjá sér. Já, ég held að þið opinbera muni nýta þetta sem tækifæri til vaxtar. Já, ok. Ekki til hagræðingar. Nei, ég meina, það er bara þannig. Ég meina, Evrópusambandið hefur bara sýnt það með sínum viðbrögðum gagnvart gervigreindinni að þau bara... Já, allir reyna að láta lagabólkina á utan um hana. Akkurat. Og svo er það líka, ég var í erindi hjá samtökum fjármálafyrirtæki á Háskóla Íslands sem ég hélt svona fyrirlestur þar með öðru góðu fólki í byrjun vikunar og byrjun síðustu viku og þar voru að ræða, þú veist, alls konar mál, áhrif á fjármálafyrirtækin og svo líka bara voru að ræða bara hvað á háskólan að gera, skilur við. Og eitt af því sem ég nefni grein er að við þurfum að uppfæra allt efni. Þetta er að gera svo hratt og ég hef fulla samúð með þeim sem er að smíða sko, námskrárnar að þetta er að uppfærast allt svo hratt að þú veist, það er erfitt að bara halda í við þessa þróun, en það er ljóst að vinnumarkaðurinn er að fara að breytast, hvernig fólk vinnur er að fara að breytast og þá þurfum að undirbúa fólk öðruvísi en við gerum í dag fyrir vinnumarkaðin. Háskóli þarf að uppfæra sig. Heldur betur. Og þannig að það er mikið af verkefni framöndan. Maður finnur bara hvað það gerist rætt. Ég meina bara, þú veist, farsímatir. Ég var nú að fá þetta nýjan Samsung síma, sko. Ég meina, hvað maður notar gervigreind orðið mikið daglega. Þú veist, bara fyrir hálf ára síðan, 1 ára síðan, gerir maður ekki neitt, sko. Algjörlega, þetta er bara að vera eins og að hafa Google einu sinni Excel eða eitthvað, þú veist, og nú er þetta er bara allir nota þetta alltaf. Þú veist, við erum að fara í það. En hvað þýðir það fyrir okkur líka? Ég meina, þetta er áhugavert. Ég meina, nú alræðisstjórnin í Íran, hún er búin að hún sett upp gríðarlegt magn öryggismyndavela til þess að fylgjast með borgurinn sínum, til þess að refsa til dæmis þeim konum sem virta ekki reglur höfuðfat og annað slíkt. Og ísraelskir hakkarar brutist inn í kerfið og nýttu þetta myndavelakerfið til þess að ráða minn Íran af dögum, þannig að þeir sem að bjuggu til eftirlitskerfið urðu fórnarlöfum þess. Fengur nú hrós fyrir það hérna í þessum þættum daginn, það er að segja Mossad fyrir að nýta þessi kerfið, en það er annar mál. En þetta er alveg rétt, ég meina það er þetta nýtið á alls konar til góðs og íls. Já, og þeir sem eru klárastir og eins og það þið segir, bara finna leiðirnar og eru svona fremst í flokki hljóta hafa mikið forskot. Þetta er eitthvað sem eins og ég sé við ræðum mikið á skrifstofunni okkur í Visku og hverjum degi og það er auðvitað þannig að þú veist, við talaðum þetta sem vopnakapphlaup. Þetta er vopnakapphlaup. Þeir sem leiða gervigreindina leiða heiminn. Kína og Bandaríkin eru í fararbroddi og eru bæði mjög öflug í þessu. En þetta þarf ekki að þýða samt að allt verði slæmt. Það var líka einu sinni kjarnorku vopnakapphlaup og við erum ennþá hér, sko. Það var búið að spá heimsendi þá. Já, og svo mátti ekki gleyma Hauki Ingibergsinni og 2000 vandanum. Já, heldur betur. Algjörlega, þannig að þetta er að gerast og þetta verður ekki stöðvað og þá segi ég og okkar svona motto er, sko, við munum ekki stjórna því nákvæmlega hvernig heimurinn breytist, en við ætlum að nýta tækifærin sem í þessum breytingum felst. Og það er eitthvað sem við Íslendingar eigum að gera. Og eitt af því er að orka er að vera verðmætari. Eins og ég kom inn og ég sagði nú í síðasta þætti. Orka er að vera verðmætari, ætlum við að nýta okkur það, Íslendingar. Við þurfum að hugsa, sko, við erum ekki að fara að breyta því hvernig þróun gervigreindar verður eða hvaða nákvæmlega áhrif á heiminn það mun hafa, en við getum séð tækifærin og nýta okkur því. Og það er umræða sem við ættum að taka meira. Heldur betur. Það var frábær fundur þetta, það ekki verið fyrir skemmstu í Grósku, það sem að það voru innlendur og erlendur fyrirlesarar, sko, að ræða gervigreindina og nauðsyn þess að tengjast betur til dæmis með gagnakapli til Bandaríkjanna vegna þess að þróunin er svo hröð, þannig að við missum ekki af okkar tækifærum sem verður þetta gríðarlega hér. Ég bara tekum undir það.
Sko, eitt í þessu sem að mér finnst einmitt ég svona áhyggjur af... Ég er meira til að ræða þetta heldur en Evrópusambandið. Já, en ég ætlaði samt aðeins að koma aftur inn á íslenska pólitík í þessu samhengi. Mér hefur fundist sorglegt að horfa hvernig Þorgerður Katrín virðist sýna Bandaríkjunum lítinn áhuga og Evrópu mikinn. Ég hef áhyggjur af því vegna þess að Bandaríkin hafa reynst okkur gríðarlega vel í sögunni og eru svo sannarlega sá aðili sem geti varið okkur ef eitthvað kemur upp á en ekki Evrópa í hernaðilegu tilliti. Ég tek nú bara orð Mark Rutte sem að framkvæmdastjóri NATO að hann segir bara Evrópa getur ekki varið sér sjálf, við þurfum Bandaríkin með okkur. Þannig að allt tala að við þurfum að halla okkur upp á Evrópu og það er bara bull. En í viðskiptalegu samhengi að þá hafa Bandaríkin, Trump og fleiri, gert ótrúlega stóra viðskiptasamninga við fullt af löndum. Höfum við reynt að gera eitthvað slíkt? Höfum við sagt, herðu, við erum til í að sækja meiri orku, uppfæra gagnastrengin, gera risa samninga þannig að við byggjum upp gagnaver hér fyrir x mikið og það verðist enga svona pælingar. Ekki neitt. Nei, því miður. Og virðing hennar í Bandaríkjunum er greinlega engin, því að mér skilst að þegar hún fór í heimsókn dag þá hitt hún manninn á kústinum í utanríkisráðuneytinu en ekki neitt annan sem skiptir máli. Það er bara rétt. Þú veist, þannig að mér finnst það svona enda er hún búin að vera að senda Bandaríkjunum bara köld skilaboð síðan hún tók við embætti og grafa undan þessu góða samstarfi sem hefur verið með Íslands og Bandaríkjana. Já, sem aftur þjónar Evrópusambandsferlinu. Algjörlega. Mér finnst mjög sérstakt að ætla að fara að nudda svona Bandaríkin eitthvað vittlaust og fara að fá þau á mót okkur. Ef við hugsum að þessu söguna, þá er þetta sögulega svo þjóð sem hefur hjálpað okkur hvað mest af öllu. Marshall-aðstoðin bjargað okkur, við fengum, ég held að engin þjóð í heiminum fengi jafn mikið per mann í styrk frá Bandaríkjunum í þessari Marshall-aðstoð, hjálpað okkur upp úr torkonu nánast, byggðu hér upp innviði og svo framvegis. Ég man eftir því að við lentum í vandræðum 2008 og Evrópa var nú ekki beint vinalega við okkur, hollendingar, Bretar sem þá voru inn í Evrópusambandinu. Vildu bara setja okkur hryðjuverkalög og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að mér finnst, sko, nú er ég alls ekki að tala fyrir því að við höfum að fara inn í eitthvað annað, við höfum að vera sjálfstæð, við þurfum að passa sambönd við gríðarlega mikilvæga aðila, eins og til dæmis Bandaríkin. Og þetta eigum við að sinna samböndu við Evrópu, en það má ekki halla bara ómikið aðra áttina. Bara að reyna að rækta sambönd eins við og við getum. Já, líka bara að lera fólkið fullorðin, sko. Ég meina, herðu, ef fólki getur alveg verið ítlaðið Trump, það er læg, sko, hann verður farin eftir 3 ár, sko. Algjörlega. Það er bara, aðeins að halda kúlunu, sem maður segir. Algjörlega. Herðu, þetta er bara, já, ég er áhvert. Það er greinlega við þurfum að taka bara meiri umræð þessa hluti sem snúa að gervigreind og vinnumarkaðnum og samfélaginu. Já, ég fullyri það að þetta mun breyta miklu meira á næstu 5-10 ár heldur en nokkuð tíman Evrópusambandi ekki Evrópusambandi. Umræðan er eins og alls ekki þar. Það er bara rétt. Þú sammála þessu byrningi? Já, ég held að þetta skiptir bara ótrúlega miklu máli og við veitum kannski bara minnst það ennþá, sko. Já, fyrir næsta mál. Já. Það er annað dagskrá, það var smá heimavinna. Já. Það var, sko, við erum með þátt, við erum með lið hér í þættinum sem að ég er búin að endurnefna, heitir, sko, viðmælendur stíga á völlin. Ég fór og, við erum okkar í Ekko. Kona mín sagði við mig í vikunni þetta að finna grúfið, þannig ég fór og keypti Ekko Groove skó. Þið held ég að vera að gefa ykkur. En þetta byrjuð mig, sko. Já, nei. Þetta eru ekki þessi konum við átti við, sko. Ég vonaði að þetta væri, við varum komið svona út í ópera, við værum bara að fara með heilu pókana. En, undir þessum lið, að þá baði ég ykkur um að stíga á völlin og koma með eitthvað topic sem að ég er ekki búin að setja dagskrá. Ég stundum það nú að ég sendi ykkur yfir út einhverja punkta fyrir þáttinn, en svo baði ykkur um að koma með eitthvað óvænt sem ég var ekki búin að hugsa. Þannig að, gjöru svo vel. Hvor er byrja? Ég skal byrja, þú talaður um bók eða þætti eða kvikmynd? Það er annan liður. Já, nei, þá skal þú byrja. Já, sko, í þessu samhengi þá langaði með þess að tala mér er svona búið að pæla mikið í sósíalisma, kapitalisma og ég hef áhyggjur af uppgangi í sósíalisma víða heim. Mér finnst gaman að sjá þegar að menn snúa fyrir leið og þá langaði maður að tala um Argentínu. Það voru að koma tölur hagvaxtatölur frá Argentínu þar sem að hagvöxtur í fyrra var 4,2%, nei 4,4% og sem er, þú veist, bara viðsnúningur frá öllu sem hefur verið og þetta er kannski stóra myndin að þetta hefur verið sósíalismi
í áratugi og það má ekki gleyma því að Argentína eitt bara svona besta svona ríkasta land í heimi svona upp á 1900. Svona sögulegu samhengi. Já, og var bara, hafði allt til alls. En eins og ég segi alltaf, auðlindir ekki nóg, stjórnarfar skiptir öllu máli. Og það búið að vera mjög vont stjórnarfar þarna svo áratugum skiptir og það bara allt búið að vera í rugli. Javier Milei, þannig að fólk var gjörsamlega komið nóg að sósíalismanum, loksins, endar með að kjósa mjög aggressívan hægri mann sem að vildi svo sannarlega skera niður í opinberum rekstri og gerði það. Að fúera. Já, og það var held ég 250% verðbólga eitthvað álíka þegar hann tók við og hún vissulega í kringu 30% í dag eitthvað svo leiðis, þannig að hún há, en það það búið að taka, það var 42% af þjóðinni var í fátækt þegar hann tók við, það orðið einhvers staðar í kringu 30% í dag, það er ennþá hátt en þetta alltaf réttir leið og þetta kom ekkert að sjálfu sér. Þarna var farið í gríðarlega harðar niðurskurðaraðgerðir sem að sósíalistar höfðu ekki gert og gera náttúrulega aldrei. Og það loksins að skila. Þannig að mér finnst þetta að vera jákvætt að sjá vegna þess að getið þið bent mér á eitthvað land þar sem sósíalismi við völd, þar sem svona uppgangur. Nei, en sem gríðarlegur áhugamaður sögu og það hvernig við förum alltaf í hringi í sögun okkar, þá hef ég alveg gaman að því að fylgjast með þessu og bölbænunum sem að fylgdu því þegar að því var haldið fram að ýmsar hans tillögur gætu ekki gengið upp og þetta myndi enda með hrikalegum harmleik og auðvitað var sumt af því mjög aggressíft hjá honum, verkefnið var það líka. En svo sjáum við núna nýja borgarstjórn í New York, við sjáum nýjan forsætisráðherra Spánar, þar sem að hlutirnir fara í þennan hring, sko. Og ég held að við séum líka bara föst í þessum hring, að ég minni nú bara ykkur á hvað tók við hér við stjórn landsmála þegar að ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms var búin að koma hér öllum mögulegu skrúfuna, að þá kom ríkisstjórn Sigmundur Davíðs og Bjarna Ben og ég held að við séum kannski fara að horfa á eitthvað svipað. En ef þú ert að vísa til heimanámsins míns, þá langaði mig aðeins að ræða við þig blaðamennsku og það að þora að ræða umdeild mál. Morgunblaðið vakti mikla athygli í vikunni með bara stórri fyrirsögnum að þessi voða atburður þarna í bílakjallaranum við Höfðatorgi tengdist Hamas og hafði það eftir ónafngreindum heimildum innan lögreglunnar. Og það verður upp fótur fyrt og vinstrimennirnir meðal annars á þinginu segja að Morgunblaðið sé farið að flytja falsfréttir og svo framvegis. En hversu mikilvægt að við höfum fjölmiðla sem þora að segja hlutina eins og þeir eru? Vinstrimennirnir hafa nú oft talað það að fjölmiðlar yrðu að þora að segja fréttir sem að kæmu valdinu illa og svo framvegis, en svo það bara ekki sama hver á í hlut. Það vill svo til að það liggur alveg fyrir að þarna í þessum bílakjallara, af því að það eru bara nokkur stór fyrirtæki sem hafa aðild að þessum bílakjallara, að kvenkyns starfsmenn margra fyrirtækja þar hafa ekki vilja fara ofan í bílakjallaran langt skeið vegna þess að og ráðlegt að gera það ekki. Já, akkurat. Og þarna það liggur fyrir að það voru 8 menn handteknir út af þessum hrikalega glæp, þar sem að bara var gerð tilhöfn til manndráps og þar að veru 2 í gæsluvarðhaldi og þeir eru allir frá tilteknu landi. Þar sem að þessi hreyfing nýtur mjög mikils fylgis. Og ég heyri bara hjá mönnum sem ég þekki til lögreglunar að hlutirnir eru öðruvísi heldur en yfirstjórn lögreglunar vill vera að láta. Og það er líka bara mjög mikið atriði fyrir yfirstjórn lögreglunar að hugsa hvort að hún vilji leiðrétta réttan fréttaflutning ef hún telur það ástæð til. Það er mjög skrítið. Hún verður að vera algjörlega viss það að bera tilbaka fréttir. Nú sé ég mokkarum í dag að Morgunblaðið bara stendur við þetta með 3 sjálfstæðir heimildir og síðan mun sannleikurinn koma í ljós. Og þá bara af því að hann mun koma í ljós. Já, við hljótum að bara þurfa að skoða í hvernig landi viljum við búa. Við horfum bara á löndin í kringum okkur og þróunarnir sem eru átt sér stað þar og þar eru fjölmiðlar búnir að reyna að fela sannleikann og segja að það séu engin vandamál. En það eru vandamál og það verður bara að ræða þessi mál. Við þurfum, líkt og gert í löndunum í kringum okkur, að fara að nota tölfræði yfir það hverjir að gera hvað og hvernig.
Þetta er bara mjög skýrt í Danmörku. Það sem er bara flokkað eftir þjóðernum, eftir hvaðan upprunalandi, hversu stórt hlutfall er að fremja glæpi, hversu stórt hlutfall er að bóta þegar, og það er rosalega skýr mynd í rauninni í þessu. Það eru trend. Þannig að við þurfum bara að átta okkur á því. Ef við ætlum að taka við fólki frá ákveðnum stöðum, að þá munum við bera hærri byrðar í kostnaði, í glæpum og svo framvegis. Og það þarf þá bara að vera upplýst ákvörðun. En hún verður ekki upplýst ef enginn má tala það. Nei, það er náttúrulega málið. Það má ekki ræða það, sko. Og það annars verður upp Nei, og bara afla sér réttra upplýsinga. Ég meina það bara, Sigmundur Davíð hefur til dæmis margoft bent á að það sem aðrar Evrópuþjóðir gerir er að leggja áherslu á að bakgrunnstékka þá sem hingað koma og er að flytja hérna eða sækja alþjóðlega vernd. Það er ekki fordæmafullt. Ég meina við þurfum bara að vita hvað við erum að gera. Þannig að við búum ekki til okkar eigin stríðslóðir hér og færum ekki átökin annars staðar hingað. Þetta er bara heilbrigð skynsemi. Algjörlega. Og við erum líka átt okkur á því að það fjármagn sem að kostar okkur að sinna eða taka móti fólki hér heima myndi nýtast margfalt betur á þeirra heimaslóðum. Það var hægt að gera mun meira þar fyrir þessa fjármuni og augljóslega höfum við, það hefur komið fram skýrsla ekki fyrir löngu síðan hjá OECD þar sem að kemur auðvitað fram að það er ekkert land innan OECD fengið jafn mikið af fólki, þá er ég bara að tala líka bara vinnu og afl og svo framvegis. Þannig að það eru komin 20.000 útlendinga á nokkrum árum inn á Ísland og við finnum það öll að þetta er búið að breyta landinu okkar. Auðvitað er fullt af góðu fólki búið að koma og gera vel, það er líka fullt af fólki sem er ekki að gera það og svo er þetta líka bara að gera svo hratt að skólakerfið að vera upp með þetta, heilbrigðiskerfið að vera upp með þetta, fasteignamarkaðir í vandræðum og svo framvegis. Þannig að, og nú sagði Þorbjörg utanríkisráðherra, Þorbjörg Sigríður, hún sagði sjálf að það hefur ekki verið neitt plan og það er alveg rétt hjá henni, það virtist ekki vera plan hjá fyrir ríkisstjórn og fyrir ríkisstjórnum, það er ekki plan núna. Við þurfum bara að setjast niður og segja hvað ætlum við að hjálpa mörgum, hvernig ætlum við að gera það, hverju megum við að hjálpa og gera það vel og í þessari umræði sem ég var í áðan, það verður erfitt fyrir okkur ef við ætlum að taka við rosalega mikið af fólki þegar mögulega eru færri og færri að standa undir í. Já. Og þú meiri sér getur tekið orðið mögulega út úr þessari mikið. Já, ég meina, eins og ég segi aftur, Kristrún sagði þetta sjálf. Þetta fer ekki saman opin landamæri og velferðarkerfi. Og það er líka bara þarf að vera þetta, eins og ég sagði bara vera fullorðinn, halda kúlunu og taka umræðan. En ef við förum í Evrópusambandið þá verður okkur gert skylt að taka við og að viðlögðum dagsektum eins og sumar þjóðir hafa ekki fengið að kenna á. Þannig að þessu verðum við að geta ráðið sjálf. Við erum eyja og ef við nýtum okkur ekki það, þá veit ég ekki hvað við gerum. Tekum það. En kannski bara rétt í lokin, í rauninni alveg sama hvaðan það kemur. Rétt í lokin, við erum rétt að byrja. Það varandi þessa umræðu. Við eigum bara að taka miklu harðar á glæpum. Punktur. Auðvitað. Og þú veist, hvort sem það eru útlendingar eða íslendingar, við eigum bara að taka hart á glæpum. Glæpir eru eitthvað sem er allt og mikið af og það er að aukast. Og ég sé ekki hvers vegna, og það þarf ekki alltaf að byggja 60 milljarða fangelsi, það virðist alltaf að kosta eitthvað óendalegt, Þú veist, þannig að ég held að, þú veist, það hljóta allir að vera sammála það að við þurfum bara að taka betur á glæpum. Já. En það er kannski miklu dýpur umræða sem það er að fara í. Já, við þurfum að taka Við erum bara alltaf linn. Reynum að herða okkur upp. Já, rífa okkur í gang. Eitt af því sem við gerum til að rífa okkur í gang er að kveika grillinu. Birkir, ef að kveika grillinu og fari hrósvikunar með vinum okkar í Evertjúr. Er þið að grilla fyrir sumarið? Er þið ekki dullar? Þú ert dullar að grilla. Ég er mikil grillari, það er enda snjóra á grillinu akkurat núna. Það er, þá bara kveikir bara á því og bregði snjóin. Já. En jú, ég grilla mikið og ég kom nú vel inn á það síðast að það er bara búin að vera einhver skortur á lambakjötur náttúrulega í landinu eftir mig en mér finnst virkilega gaman, svo er ég náttúrulega, mamma mín er úr Aðaldal og þar hefur líka fengið kjöt beint frá bíli, afbragðsvara, nautakjöt, þannig að það er bara búin að nóg að gera á grillinu. En með vinum okkar í Evertjúr, þetta eru frábær grill, bara ég veit að það eru margir sem keyptu svona grill síðustu sumar og muni eflust gera aftur í ár, ekki aftur en fleiri sem muni gera það í ár ætla ég að segja. Þannig að þá tökum við lið sem heitir Hrósa vikunar. Ég baði ykkur smá heimavinnu að finna ykkur til að hrósa. Eitthvað eða eitthvað. Ég veit ekki hvernig þetta er. Maður stendur við grillin svo fyrir maður að spjalla. Já. Þú veist.
Sko, ég kannski byrjaði að segja sko að hrósvikurinn var hann að vélmennið sko og kínverski vélmenna framleiðandinn. En við erum búinir að fjalla það en þá skal ég bara koma með annað í staðinn. Ok, þú ert með það þá. Sko, mér langar bara að hrósa Ólafi Ragnari Grímssyni fyrir flotta framgöngu í að, hvað maður segja, skóla ríkisstjórnina til í ESB-málum. Já. Hann hefur látið til sín taka á X-inu. Búin að mjög duglegur. Já, og svona bara fara yfir mála það sé ákveðin ómöguleiki í því að gera þetta á svona skömmum tíma, það þurfi stjórnarskrárbreytingu og ég veit ekki hvað og það er kraftur í kallinum. Já. Og maður alltaf ekki gleyma því að hann á eitt flottasta moment í sögu landsins þegar hann fer í sjónvarpsþáttinn Hard Talk. Já. Og þegar allir voru sko stjórnmálamenn, Steingrímur J og fleiri það náðist ekki Jóhann og Steingrímur beygðir í baki, litlir í sér allir að liggja okkur, þá stendur okkar maður upp, setur kassan út og jarðar sko þáttastjórnandan í Hard Talk. Tók slægin fyrir þjóðana. Þetta var gríðarlega stórt moment. Má ekki glemma því. Heldur betur. Veit ekki, ertu með hrósökunar? Já, þeir sem að tala fyrir því að við komum með sameiginlegt átak í þessum efnahagsmálum og það bara gildur alla eins og Siggi Hannesar var að benda á í greininni í Mogganum í dag að þá verða allir að koma að því og meina það. Síðast þegar við gerðum þetta þá skipti það mjög miklu máli, það hafði gríðarlega áhrif. En þetta verðum við að gera núna og það þýðir að stjórnmálamenn þurfa að segja við kjósendur sína að það þurfa að hætta verkefnum sem ekki peningur fyrir. Það ekki hægt að gera allt sem alla langar til þess að gera. Það þarf bara meiri raunveruleika tengingu og ég við rauninni kalla bara vil hrósa öllum þeim sem vilja tala hlutina eins og þeir eru, ekki eins og við myndum vilja að þeir væru. SA er nú búin að biðja samtal með ríkisstjórninni og fær ekki á það? Nei, akkurat. En sko þar skilst mér að sé vitnaði þetta þjóðhagsráð en auðvitað bara, ég meina ég var aðstofamaður forsætisráðherra og satt marga fundi þar sem aðilar vinnumarkaðarins komu þegar erfið máli eða bara til upplýsinga þannig að mér finnst ótrúlegt að það sé ekki svarað í svona risastórum máli menn að þetta bara mjög mikið alvöru ástand að verðbólga sé á uppleið, að vextir sé á uppleið og ég hefði haldið að Kristrún sem forsætisráðherra, sem hagfræðingur, sem manneskjan sem var með sleggjuna að hún myndi segja bara ég verð að taka þetta alvarlega en að svara ekki bréfum er auðvitað ekki til marks það. Nei. Það var svo sannarlega tækifæri til að sína lit með að bakka með þetta bótafrumvarp. Já, en það var ekki gert. Þannig að það sýnir bara að það engin vilji hjá ríkisstjórninni. Það hefði bara sprengt ríkisstjórnarsamstarfið, flokkar fólks hefði bara gengið út. Nei, ég meina Gylfi Zoëga sagði að þetta væri einhver stærstu hagstjórnar mistök seinni áratuga á Íslandi. En talandi það, ég meina ég held að það sé til dæmis eitt af stærstu vandamálum Sjálfstæðisflokksins og tilvista kreppu hans er að þau hengu allt og lengi og fóru gegn sínum prinsipum í samstarfi við lítinn flokk sem að hóta alltaf að sprengja ríkisstjórnarsamstarfi. Og það er eina af ástæðanum fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn er í þeirri krísu sem hann er. Allan eins og ég les það. Já. Þannig að stundum er betra að segja þá bara skilið við sambandi fyrir ef þú ert að fórna öllum þínum prinsipum. Jú, maður myndi halda það. Já. Lærdóminn kannski, það hefur gætli lært af þessu. Nei. Herðu, flott hrós, ég er ánægð með þetta. Bara gengum við vel hérna hjá okkur með þetta. Næsta mál. Við vinnum okkur í frumherja og tökum við verðum með lið sem heitir endurskoðu vikunar. Eða skoðun, það má líka veita ykkur skoðun. En það er eitt sem ég þarf að fá að setja endurskoðuna miða á. Það er, ég verð alltaf svona, ég setja ákveðin glerugu þegar RÚV fjallar viðskipti. Af því að sko skilningur fréttastofu RÚV á viðskiptum og efnahagsmálum er engin. Þannig að og ég sá að það var frétt á RÚV þar sem ég fjallaði það að 3 útgerðir, það er þessi skráðu félög, Síldarvinnslan, Ísfélagið og Brim, hagnast fyrir síðasta ári tæpa 20 milljarða og þessu slegi upp í fyrirstjórn RÚV. Og jú, þetta er alveg rétt að þessi fyrirtæki hagnast þetta og þetta er einhvern veginn sko, ég veit ekki hver skilaboðin eru, þetta var vantarlega verið að sína fram á það að veiðigjöldin hafi ekki áhrif en þau muni ekki áhrif fyrir næsta ári. Þetta er svona eins og fyrir svona líka tók sér arð Já, einmitt, þetta er svona í þeim anda sko, þú veist, og RÚV fjallar mjög sjaldan uppgjör fyrirtækja og hvað þá skráðra fyrirtækja, þannig að það er ástæða til að fjalla uppgjör þessara 3 sjávarútvegsfélaga sem hafa skilað ástæðningi fyrir síðasta ár. Sko, sannleikurinn nú sá að ávöxtun eigin fjár er kringum 8,2%, stýrivextir eru 7,5%. Það er rauninni betri fjárfesting í dag að leggja peningan á banka heldur en fjárfesta í sjávarútvegsfyrirtæki, það ekki? Bara nánast, ég meina. Við að lýja vaxtaslopunum. Þetta er náttúrulega, þessi umræða hún er notuð líka mikið með bankana, það sem eru náttúrulega með gríðarlega hátt. Þetta er svo háar tölur, ég skil það að vissu leyti að fólk skuli. Þetta er svo mikið svona
vinstri manna slagsíða í fyrirsögninni eins og það er látið því liggja að þetta sé hræðilegt og að það sé bara eðlilegt að þetta ætti kannski bara að vera 1 milljarður eða eitthvað. Skilur þú veist, og það þarf átt að sjá því að það þarf áherslu á þetta eigið fé. En þú veist, það er eitthvað sem vinstri menn vilja oft ekki skilja, sko. Nei, og alls ekki. Við búum bara í kerfi þar sem er gangverk, vaxta og við erum með grunnvexti og það tekur allt mið af því. Ég var að segja frá einni síðast þetta, ég fór í vinslustöð, þessi vinslunni hjá Eskju og Eskifjörðum daginn, lónum eftir þar, svo vinsla kostar 10 milljarða að setja upp, þannig að þetta er engar smá fjárhæðir sem það þarf í að setja vinslur, kaupa togara og svo framvegis og framvegis. En hvort heldur þú að sjávarútvegsfyrirtæki í dag séu líklegri til að fara í stóra fjárfestingar eða minna líkleg? Minna, og það kom bara fram í uppgjörunni á til og með Brimivíkun og Guðmundur Kristjánsson forstjóri sagði hann bara að tækiði var að fara út í öll arðsemin bara hún er í húfi. Þetta eru áhrifin af óvissunni sem er búið að skapa atvinnugreinina og þú veist að þú mælir í rauninni ekki þennan kostnað svo glatt sko. En þetta er mikill kostnaður. Erfitt að verðleika það sem verður ekki. Akkurat. Já. Þannig að, þetta, ég varð að koma inn á þetta. Ef við ekki svo endur skoðan á þetta, það er svo rétt. Já, 100%. Ja, þannig að frétta flutning. Jú. Takk ég undir það. Já. En svo var, þú varst nú sjálfur að mókgræða þess að við einhvers þar. Jú, það er Alltaf sami gróða búkurinn. Frétt á heimildinu, argræslur þjóðmála. Já, fréttin var efnislega rétt, sko. Það þýrðum til að það stendur í ásetningi þjóðmála, þannig útskýra það stendur í ásetningi þjóðmála í skýrslu stjórnar að það sé lagt til að vera greitt 10 milljóna, þetta er mynd úr ráðundur þessum tíma. Það er kannski ástæði verið að heimildi vel á þessa en ekki einhver aðra. Að þessum krakka þarna að reikningurinn leggur til 10 milljóna króna arðgreiðslu en það er ekkert að greiða en arð allur hagnaður að rekstri þjóðmálaföpur í að borga tæki og búið til meira og dreif út farnarendið breiða út farnarendið. Það er ekki rámt að greiða arð. Já, að því sögðu þá er ég þetta sjálfsögðu með fylgjandi arðgreiðslu. Við ræddum hér upp að þáttar þú er búin að vera að gera þetta í 5 ár og ná miklum árangri. Það er fullkomlega eðlilegt að mann fái arð af sinni vinnu. Jú, það er. Það var ekki að skammast inn fyrir það þó að það væri. Já. Ég vona að þú greiðir meiri arð. Það kemur kannski að því. Já. Herðu, síðan er með vinum okkar í Amper. Eru það á rafmagnsbílum? Nei. Nei, þú tók rafmagnsbíl. Já. Amper hleðslustöðarnar, það er að fá þær. Það kostar ekki að setja þær upp og hlustum þjóðmál að fá fyrstu 3 mánuðina fría í áskrift. Flotta stöðvar líka, góðar. En ég gerði smá mistök. Ég fór með svona stöð til Hönnuköttu og bað hann að velja eitthvað til að fá hvernig myndi hún vilja gefa svona stöð og hún bað mig fara með henni í Samkeppniseftirlit. Já. Bara til Pálsgrunars. Ég var ekki alveg til í það. Hún vildi hann fengi bara hleðstu alla sólarhringinn. Já, þetta er athyglisvert. Ég gerði það ekki, en hann endaði samt með 30 milljónir frá henni. Einmitt. Sko, mér finnst alveg magnað að Samkeppniseftirlit er alltaf umdeilt allavega í viðskiptalífinu. Svo vægt sittur orða tekið. Það er verið að skoða mjög stóran samruna núna, Arion Kvika og það hefur vægast sagt gengið hægt í þeim málum, en einhver viðræður þar og ég veit ekki hvernig það endar, en nú á að fara að skoða eins og með þessu 30 milljón króna viðbótarframlagi olíufélögin og dagvöruverslanirnar. En sko það vill þannig til að þessi fyrirtæki skráða markað og það er hægt að skoða þessa reikninga onni kjölinn. Og kannski ég geti notað hjálp gervigreindar til að auka framleiðni sína í staðin fyrir að vera að dæla meiri peningum þarna inn í þessa stofnun. Já, það er alltaf ágefnum þegar ráðherra lætur einhverja stofnun hafa sérstakt fjármagn til að sinna ákveðnum verkefnum. Svandisreindunum sem getur fyrir til að gera út þetta á sjávarútvegsfyrirtækjum. Þannig að var ekki Tóti Pál sem sagði sko að Viðreisn væri bara eins og hægri Píratar. Er þetta ekki bara rétt? Það er bara mjög mikið til í því. Treyst þetta á ríkið, treyst á kerfið. En hvernig séu það hægri? Er þetta ekki bara Píratar? Já, svo er það. Ég sé ekki neitt hægri í þessu. Já, skömmum Tóta fyrir að segja ég sé ekki hvað þetta hægri er að koma. Ég skil hvað þetta tala um. Þetta er magnað. Þetta er mikilvægur liður í aðgerðum stjórnvalda til að ná niður verðbólgu. Kaupirðu þetta? Nei. Ekki svo sannarlega. Nei. Þannig að þetta er við kippum rafmagninu úr sambandi niður í Borgartúni. Já. Nei ekki. Það fer engin hleðslu þar. Allar ekki B26. Nei. Ákveðnum hæðum þar. Þið tækja undir það. Tek undir það. Björningi, þá eru konur að liðinu sem þú ætlar að svo spenntu fyrir. Já. Við vinum okkar Hótel Akureyri. Hafið gist Hótel Akureyri?
Já, heldur betur. Ég hef ekki gert það, ég nú akureyringur og ég svo heppin, ég get alltaf bara kíkt heim til með pappa eða eitthvað. Það bara mjög gaman að segja fyrir því að ég var þar bara þar síðustu helgi. Já, var ekki Miðflokkurinn með fund? Já, það var flokksráðsfundur og það algjörlega frábært hótel og endurbætur líka á neðstu hæðunum, sko, þar sem nýtt en með svona klassískt útlit. Já, svona morgunverðarsalur. Já, og bara móttökuna. Bara, það sem púlborð og annað slíkt og svona bækur og svona dökkur viður og ég held að viti hvað ég á við. Það bara svona sum rými annarkvort hlýleg og kósí eða bara alls ekki, eru bara eins og algjörlega karakterslaus. Þannig að þetta mjög mikill karakter þarna og þannig ég mæli eindreiði með þessu. Já, ég sko þessi liður varðið til en núna ég að gera í fyrsta sinn. Ég ætla að koma nýja lið þetta. Að það var diggur hlustur þess að senda á mig og spurði sko getur fengið að vita á hvaða bíómyndir gestir að horfa eða hvaða bækur að lesa. Og síðan var vinkonum mín gist á Hótel Akureyri daginn, var þar í 3 daga að vinna og fór á kvöldin niður í móttöku og satt þar og las bók. Þessi drikk og las bók og var bara að njóta mannlýsins að lesa og svona í þessu hlýja umhverfi sem þarna Þannig að með vinum okkar Hótel Akureyri sem við mælum með, næstu fyrir norðið þá kannski þú ættir að kíkja á þetta. Já, spurning. Að þá ætla ég að byrja ykkur að nefna bók eða bíómynd sem þið mælum með. Já, ég að lesa þessi dagana, ég alltaf að lesa en ég að lesa þessi dagana 50-dags morðklúbbinn, 50 bókina á ensku sem komin út, sem ég hef rosalega gaman að því að stundum vill maður og mikið að lesa bara í tengslum við sín störf sem tengið svona alvöru málum, þá líka gott að geta skipt algjörlega yfir og algjörlega frábæra bækur, mjög svona litríkt karakterval og skemmtilegt og en annars mjög mikið að lesa bara stöðu heimsmálana sem auðvitað líka fáralega áhugavert. Síðasta mynd sem ég horfði á Hótel Akureyri var Hrafninn flýgur með 2 sonum mínum. Já. Og þetta svona hluti af menningar uppeldi að þungur hnífur og allt þetta. En þetta bara svo gjörsamlega geggjuð mynd, ennþá. Ég horfði á hann líka daginn, algjörlega geggjuð mynd. Já, og hún bara frábær. Þannig að ég mæli endrið með því. Allt og langt síðan. Já. Þungur hnífur, þessi hnífur á að vera þungur. Já. Sko, ég náttúrulega les mikið og hlusta mikið á svona fjárfestinga tengda hluti, gervigreind, rafmyndir, makró, alls konar. En mér finnst svona, ég las ekki fyrir svo löngu síðan bók sem heitir When Money Dies, sem hljómar svona þunglindislegt, en það rauninni bók sem fjallar óðaverðbólguna í Weimar Republic, sem auðvitað bara þýska lýðveldið eftir fyrir heimsstyrjöld. Og það margt sem svona líkist, það ástandið mörguleyti svipað í þeim skilningi að mér finnst peningakerfið ekki virka sem skildi og ég hef áhyggjur af verðbólgu til lengri tíma. Við sjáum skuldir sífellt aukast og stjórnmálamenn telja sér trú að geti prenta peninga án afleiðinga. Og sagan segir okkur það að svo ekki. Og þarna skiptir miklu máli hvernig þú ert staðsettur. Ef þú átt skuldabréf sem í heiminum almennt eru óverðtryggð, löng skuldabréf, í svona umhverfi, eða átt bara peningin og sparnaðareikning, þá ert þú einfaldlega skilin eftir í reik. En ef þú átt harðareignir, þú getur flokkað eins og þessum tíma. Útskrifulistu hvað harðareignir eru? Þú getur sagt að það séu til dæmis eignir sem ekki hægt að prenta í Seðlabankanum eða búa til eitthvað að. Eitt af því getur verið gull. Þarna á þessum tímum það getur verið hlutabréf í fyrirtækjum sem selja vörur sem ekki hægt að einhvern veginn þinna út í óendanlega. Og þetta svona eitthvað sem eru gildin okkar í visku sjóðum. Við erum rosa mikið að pæla þessum hörðu eignum og svo á stafrænni öld auðvitað önnur hörð eign sem með mjög svona takmörkuðu framboði og skilgrindi útgáfa allir auðvitað Bitcoin sem var obviously ekki til á Weimar tímabilinu. Þannig að þegar svona hlutir gerast, þá geta þeir gerst hratt og þetta svona bók sem fer yfir þetta. Þetta gerist þarna, óðaverðbólgan náði hámarki 1923 og það skipti, og það var í rauninni, gamla fólkið, eða svona eldra fólkið var svolítið svona konservatíft og átti skuldabréf og margir sem yngri áttu kannski harðari eignir og áttu kannski líka bara meiri hlutabréfum sem voru og þau heldur virði miklu betur og það var mikil eigna tilfærsla á þessum árum. Milli til dæmis fólks svona eftir því hvernig það staðsetti sig.
og mér finnst staðan í dag vera svona nema þetta að gerast kannski yfir lengri tíma, þetta gerist ekki auðvitað nóttu, þannig að þetta svona mjög viðeigandi bók í núverandi umhverfi. Þú mælir með lestur henni? Já. Gefur innsýn inn í skrýtna tíma. Já, heldur betur. Þannig að við setjum þetta upp á skjáin hérna og hvetjum hlustundur og áhorfendur til að kíkja þetta alls saman. Er það fyrir að síga setjum þetta hjá okkur? Við erum hálfnað með þáttinn. Já, Nei, það var rétt í lokin við erum okkur á Kringlukráni. Eins og ég fjallaði ítrykkað þér, ég fjallaði mikið á Kringlukrána og svona, ég oft spurður því hverjir að koma í þáttinn og fyrir að segja mönnum það og þá droppa menn spurningum á viðmælendur. Spurningar frá gestum Kringlukráarinnar til ykkar. Ok. Til þetta. Heldur betur. Hraðaspurningar. Þegar að svara svona... Og hver á að svara og hvernig? Það kemur í ljós. Já. Ef að enda þessu. Já. Flott. Eitt spurning sem beinast til þín, Björn Ingi. Segðu okkur eitthvað Sigmund Davíð sem við vitum ekki. Hann er með tónlistarsmekk sem þið myndu ekki trúa. Mjög gott, hvernig smekkur það? Ég meina ég fer bara með honum landa allt og hann er með playlistan, ég keyri, hann er með playlistan. Þetta er bara skýr verkaskipting og þú getur fengið Barry Manilow, Rammstein, íslenskan Kallakór og bara, þú veist, hvað sem og þetta er ótrúlega merkilegt, þetta er mjög mikið af svona romantískum slögurum sem maður hefði ekki trúað og svo þegar ég spila eitthvað þá finnst honum mjög vera svona gamaldags, þannig að þið myndu ekki trúa tónlistarsmekk. Og hann með playlista eða hann bara með marga playlista? Já, það er enga tilhörin í hér. Þetta er útpælt. Þannig að hann er búin að sitja heima og svo búið til playlista. Já, gegn tíðina bara. Mjög gott. Næsta spurning, ætli hún sé ekki til þín dæði? Hvað er vannmettnasta fjárfestingartækifæri í dag? Viljum við fara með þetta á heimsvísu eða Ísland eða er einhver preferensar þar? Þetta var bara spurningin, þannig að þú bara... eins og ég segi, við hérna erum alltaf að pæla hvert fjármagnið að fara, hvert er pökkurinn að fara eins og ég segi í ísokínu og mér finnst vera augljóst að fjármagnið að flæða meira inn í hráurumarkaði sem dæmi. Kopar er mjög áhugavert topic og það er þetta fjárfesta í kopar með ýmsum hætti í félögum sem framleiða kopar og svo framvegis og þannig að inn í þessum gervingandar umræðum þá er kopar gríðarlega mikilvægur innviður inn í alla innviði orku uppbyggingar bara þegar það er náttúrulega mikil uppbygging á orku innviðum vegna gervingandar sérstaklega og líka bara uppsöfnuð þörf á uppbyggingu orku innviða svona humanoid robots eða vélmenni verður bara stærsta vara næstu áratug. Það verður ekkert sem verður meira gert af mínu viti sem verður bara vara sem verður keypt mest af verður mesta peninga á komandi áratugum. Það þarf mikið af svoleiðis í allt þetta. Á sama tíma erum við búin að búa við ESG áhrif þar sem að hefur alla verið farið í nýjar námur í langan tíma og nú er það svona aðeins að breytast og það tekur 10-15 ára að setja upp nýja námu. Þannig að þetta er mjög athyglisvert að horfa á framboð og eftirspurn á kopar og hvað þú þarft augljóslega mikið af þessu inn í heiminn sem við erum að fara. Já. Þannig að þetta er mjög langt svar við spurningunni. Já, við hraða spurningunni. Já, áhugavert. Næsta spurning, hún er svo sem er til að begja. Hvort eru menn að vakna klukkan 6 til að skoða markað eða pólitík eða vinna fram á miðnætti? Ég vakna 6. Ertu aðtýpa? Já, ég var ekki svona en eftir með aldrinum þá finnst mér best að fara að sofa bara svona upp á 10 og vakna 6. Ok. Þannig að já. Ég vakna alltaf mjög snemma og... Hefur alltaf gert það? Já, alltaf gert. Og fer að sofa snemma líka? Nei. Þannig að þú séu bara mjög lítið? Já. Oflítið eins og mér er sagt. Já, ég þekki það. Það er vist, kona mín vil stundum meina ég sé sémanneskja. Ekki hvað hvort við varum að taka undir það. Næsta spurning, allum sé getið þín líka til það. Búðusnjór í Ölpunum eða harðfenni í Hlíðarfelli? Hlíðarfelli er æðislegt. Já. En við erum alltaf að fara í Alpana. Það er þannig? Já, það er... Akkur er einhver að segja þetta bara? Ég er bara að segja það. Þetta er skellur. Sko, ef þið
ef við erum á skíðum, skilur, það er æðislegt að vera í Hlíðarfjalli en hérna að fara út í góðu veðri, góði ressar, fá sér eitthvað flott í hádeginu. Já. Þetta er önnur stemming. Okay. Það er bara þannig. Já, en ég meina, ég var í Hlíðarfjalli núna í febrúar og það er ræðislegt og ég elska að fara þangað en þetta er ekki diss á Hlíðarfjall, þetta er bara ef þú þurftir að velja, þá myndir þú velja Alpuna. Já, ég verð að segja það því miður. En ég elska Akureyri. Björn Ingi, margreyndur fjölmiðlamaður, búin að starfa í fjölmiðlum í mörg ár, fjölmiðlum og pólitík, búin að fara á milli og aftur tilbaka og þú eru eftir að gera eitthvað meira af þessu hvort tvekja. Hvað er eftirminnasta viðtal sem þú tekið? Það var við Davíð Oddsson og Ólafur Ragnar. Nei, við Davíð Oddsson og Gunnar T. Jóhannesson. Já, á eiginu á sínum tíma. Og Ólafur Ragnar á eiginni, 2 helgar í röð. Þá komu Davíð og Guðni, Ólafur Ragnar hætti við frambóðið sitt, eiginlega bara svona fór að hugsa og ég sagði, þetta er svolítið sérstætt, ertu viss að þú ætlir að halda áfram? Og þá svo bara hætti hann við, af því hann taldi að með frambóðið Davíðs og Guðna væri komin menn sem hefðu þekkingu og síðan mættust þeir Guðni T.H. og Davíð Oddsson og í öðrum hluta þáttarins Andri Snær og Halla Tómasdóttir. En það var rafmagnað andrúmsloft á milli Davíðs og Guðna í svona mjög interessant umræðu sem er gaman að rifja upp núna þegar Davíð var að kveðja okkur og blessu sér minning hans. Var þetta, gerður þér grein fyrir því fyrir viðtalið, þetta yrði spennuþrungi viðtal? Já, ég gerði mig grein fyrir því. Það var bara pláss fyrir 2 viðmælendur í settinu. Þannig að Halla og Andri Snær voru svolítið ósátt við að fá ekki að vera með þeim í settinu, en það var að gera það þá í 2 hlutum, en þarna þá skapaðist tækifæri fyrir mig að vera með þátt sem að RÚV hefði gjarnan viljað. Ég veist það fyrir að þurfa að vera með alla frambjóðendur, líka þá sem að mælast með 2% og svo hina sem eiga möguleika, eins og við höfum eftir að sjá núna, bara þið þekkið þetta, að geta verið með þessa 2, það var eftirminnilegt. Já. Og þú sér þið fyrir að starfa fjölmiðlum áttur, þetta er enda ekki spurningur hérna, ég bara er að spyrja sjálfur. Ég held að línan á milli fjölmiðla og stjórnmála sé mjög þunn. Já, við þekkjum það hér, með hans. Við fórum að setja gott. Hvað erum við búin að lengi? Ég veit ekki. Við erum búin að fara yfir ímislegt allavega. Jú, þetta er komið, þetta er mjög fínt. Ég sendi flösku á Mósekinni undir miðflokksins daginn. Já. Þannig að nú ætlum ég að senda eina flösku undir visku. Það líst mér vel á. Þetta er ekki auglýsing. Ef þetta var auglýsing, þá myndi ég taka fram að þetta fengist í Vínbúðinu og Kampaðsfélaginu og öðrum stöðum. Já. En ég er ekkert að nefna það að þetta er ekki auglýsing. Þannig að ég bara þakka fyrir. Þú tekur þetta í svona fínu gjafaöskju. Glæsilegt. Mósekinn. Þessi er framleitur í Langjökli. Tekur sér vel út á skrifstofunni. Þannig að heldur betur. Herðu, ef við setjum gott. Ég ætla að hendi henni í smá leik á eftir. Ég ætla að taka upp smá innslag hérna með Kjötkompaníinu og Kampaðsfélaginu fyrir páska. Fólk getur unnið sér páskamatinn við okkur. Og að því sögðu, þá bara segi ég ykkur gleðilega páska. Góða fyrir út. Takk fyrir. Gleðilega páska. Takk því sem hlustu og því sem horfið. Gleðilega páska.